Magnús Geving, velkomin í 24/7. Takk fyrir. Hvað að grípa huguna þess dana? Það áhugavert, ég að vinna nokkrum verkefnum. Já. Og ég er svona eins og að fara svona úr einhvers konar og breytast vonandi í fiðrildi og fara bara úr púpunni og svona, ég er þar núna í svona ferlinni þegar maður er að skapa. Ég er að vinna á tölvuleik á Möltu og ég er að vinna af sjónvarpsþáttum, svona drama, thriller, svona fullorðins, sem er bara alltaf svona léttir að komast úr kannski að þurfa að gera spennu við að borða banana, að þá getur allt í núna kannski nota kannski hvaðan öðruvísi aðferðir og það er mjög spennandi, mér finnst það gaman. Svo er ég að vinna náttúrulega alltaf að fyrirlestrum þegar ég hef búin að vera að halda mikið af þeim og gegnum tíðina og núna alltaf í COVID og minnkaði það, þá fór maður að vinna svona sínu efni og bara svona hvaða rödd maður ætlar að hafa. Og já, það mæli að segja þess svona, svo er ég að ná því að geta labba með hundi minn langt án þess að þurfa að hugsa að ég þurfa að vera eitthvað annars þar. Heldur bara að ég er bara hérna í göngutúr með hennar hund, en ekki þú veist, ok, ég hérna 2 tíma eftir og þú hugsaði bara ég ætti að vera annars það, ég ekki gert þess að 2 tíma, eitthvað annað. Það er ótrúlega mikið. Þannig ég er að ná því að því, þú veist, mér finnst það svona og taka inn náttúruna og svona, ég er aðeins svona að æfa mig í því. Það reynst þér erfitt að ná að kúpla þig frá allu? Það er ekki alveg rétt. Það sem ég finnst bara, ef það er eitthvað sem ég finnst kannski ekki skipta hennu máli, eins og, þú veist, ef það er eitthvað svona bara sem að, ég skil ekki alveg að ég get alveg fengið bara útrás við að skapa, eða ég get kannski, ég hafa gert eitthvað, ég þarf ekkert endilega á þessum 1,5 tíma sem ég þarf að losa eitthvað, ég þarf ekki að losa neitt, ég raun ekki, þannig að, þannig að þá ef það er, en núna finnst mér alltaf meira og meira skemmtilegt, ég viðurkenni það alveg, þú veist, mér finnst náttúrun ótrúleg og hef alltaf svona notið þess, en ég vil freka einhvern veginn njóteinar einhvern veginn bara geta lagst niður og eitthvað svoleiðis, biti gras, sopna bara, eða eitthvað, ég er meira gaman að því, heldur en að vera eitthvað að þramma upp okkur að tinda til dæmis, þú veist, ég var að taka 50 tinda í ár, finnst þetta algjörlega óskiljanlegt og hérna bara skilða ég ekki, ég verði á esjuna á hverjum á þessum tíma og ég þarf að sofa svona mikið og ég með klukkuna og ég þarf að mæla allt síðan að gera og þarna, því nægir bara enga veginn. Ég skil það frá mæli hvað þú vilt vita, hvað þú stendur og svona, en ég er bara velta að vera með, þú ert ánum gamall, bara þú veist, kannski sem hefur verið 60 og þú er alltaf að vera svona fljótur á esjuna og svo allt einu bara, staðan fyrir 37 mínútum, þá er allt einu orðin bara 2 tíma. Er það dímótiverandi? Þú veist, ertu þá bara alveg, ég nenni ekki á esjuna og ég er svo rosalega lengi á leiðinni. Þú ert alltaf búin að mæla allt á þínu píki. Þú veist, það er svona eins og, já, ég veit það ekki, ég oft velta þessu fyrir mér, Þannig að leiðin líkur niður og þau bara eftir ákveðin aldur kannski? Já, eftir 30 ára. Já. Þá er bara, þú veist, þetta að fari, ég meina fótboltamenn, þeir eru búnir 27 til 33, það eru skipt út og hlaupa ekki eins hratt, ekki eru snöggir. Þú veist, þá geta alveg haft gaman í fótbolta, en það verður aldrei haft gaman. Og þegar þeir voru bara á píkinu, held ég ekki. Ég held að oldboys í fótbolt sé ekki hápundurinn. Nei. Man er ofta hugurinn vill en skrokkur fylgir ekki. Ég veit það. Þannig að ég myndi halda, auðvitað er allt í lagi að mæla þetta og svona, fólk tekur þetta kannski ekki svo alvarlega, En, ég veit ekki, ég held að sé, ignorance is a bliss. Ég held að sé, hamingjusamasta fólki sem ég hef hitt er ekki fólki sem veit óbúslega mikið margt eða veit ógeðslega mikið eitthvað eitt, ég vil sérfræðingur. Hamingjusamasta fólk sem ég hef hitt er fólk sem veit ekki neitt ekki neitt. Já. Það brósir mest og er bara hamingjusamt, Þannig að, ég veit ekki, kannski áttu okkur á því alltaf betur og betur hvað við vitum lítið, þegar maður fer eitthvað annars að kíkja á lífið, Og ég myndi alltaf að það væri svona alveg ágætis svona skilabót til manns að hugsa það gegn lífið, hvað maður veit í rauninni lítið, en þó að mentu sér máttur, maður fyrir að fullu að læra og maður eigi alveg síka það, maður á að fara og finna allt sem maður getur styrkt sig og menta sig og er kostur, en maður þarf einhvern veginn ekkert neginn að maður þarf að kunna líka bara láta að fara í gegn, eins og sikta bara, það fer bara í gegn og það er ekkert vesinn, og ég held að þetta sé svona það sem maður er svona lært á gegnum tíðina öllítið að
skiptir þetta verið máli, þú veist, er þetta virkilega þar, sko. Ég tala sko að þegar maður fyrir tala sko hvort þetta vera meðvitaðar heimspekingur eða hamingsamt flón í rauninni, sko. En það undir því að, þú veist... En það getur verið, sko, allar mín einslega svo að hamingju sem þetta flónið er oft ekki flón. Nei. Hann er nefnilega alls ekki flón. Og ég hef nefnilega kynst mikið af fólki, miklu meira heimspekingar sem hafa enga reynsla á háskólanámi til dæmis. Og þannig að, ég veit það ekki, kannski er hvernig við lítum á þetta, sko. En það er alltaf áhugavert að sjá til dæmis bara svona að því svona grunnin held ég að við tekið eftir því með áránum og bara reynslunni sem maður er búin að fara í gegnum og það er bara mín reynsla að maður var svo að ég á ótrúlega auðvelt með að setja mig í spór einhvers, ég á mjög auðvelt með það, þá meina ég eins og ég er frekar meðvirkur, þannig sko ég myndi alltaf stoppa eða eitthvað var með sprungið dekk, þú veist, eða ógeðslega mikið rigning að taka einhvern upp í og eitthvað svona, þú veist, skilur það er ef það er einhver fátækur myndi ég aðstóðan og svona, svo koll og koll, ég reyna að gera mikið af þessu á hverjum degi, bara ótrúlega mikið og þannig ég er alveg svona, get alveg sett mig í spór bara, vá, hvað er þungur bóki til þess ég er að labba fram einhver húsi ná í kannski í drækling eða svona séum sængufötin og því ég séum þottinn á heimilinu, þá kannski fór ég með það í hreinsun og er að ná í það, þá sé ég alltaf það er einhverjum tveir menn að burðast með eitthvað rúm upp á 4. hæð og þeir eru bara í vesen, sko. Þá bara setja ég dóttur minn inn í bíl og fer og bara ber upp þetta rúm. Þú veist, það er ekki að gera það, sko. En mér finnst það bara ég auðvöld með þetta. Bara, þetta er erfitt, þetta er eitthvað vesen, ég skal bara aðstoða. Ekkert vesen. Bara gefa mínum tíma, ég auðvöld með það. En þess að ég áttaði mig samt á að ég var alltaf miðað við allt við sjálfa mig. Sem var alveg hrein mistök. Bara allt mitt líf. Fór ég að miða allt bara við mig, bara. Og þá var svona eins og, akkur getur þú ekki unnið 18 tíma? Ég er búin að vinna í 36. Akkur getur þú ekki unnið til fyrir hátíð á laugardag? Ég meina, come on, ég er búin að vinna alla laugardag í, 200 daga. Og gat ekki skili, sko, akkur þú þreyttur eða akkur er þú svona, akkur, hvers vegna óskupunum eitthvað. Það varst að meta við sjálfa þeim. Og þá áttar eða á því til dæmis fólk voru að grenja við minnstu atriði eða fólk voru aldrei að grenja eða sumi voru rosalega reiðir sumi voru rosalega fúlir, menn brúðust við mismunandi aðstæðum eða fólk og þá fá maður alltaf átt að sjá akkur er hann reiður núna, þetta er ekki það merkilegt eða akkur fyrir hann að gráta þá okkur frænka vinkona eins sem er í legg hjá mömminni dó, þá fyrir þú alltaf þetta er sorglegt, einhvern veginn, maður bara þú þekktir ekki eins og mannskjuna en þá, og mann fannst þetta skrítið svo fór maður alltaf átt að sjá því að það eru allir öðruvísi. Það er engin eins og maður getur ekki haft mælistíkuna við sjálfa sig. Þú veist, það rækt með meter. Meter var fundin upp og hann bara settir í Frakkland og hann settur bara upp, það er bara meterinn til í lúrsafninu í París. Það er bara, hann er endur ekki meter lengur þegar hann gerur timbri, hann er eitthvað syngað, hann er kannski bara 90 og, þú veist, hann er ekki alveg 99 cm, hann er ekki alveg 100 cm. Þannig að, en það var eitthvað mælistíka sem er bara meterinn og þá vissu allir bara hvað meter var og þú gætt mælt eitthvað eða fít eða þumlungur þú veist, þetta var bara einhver, þú veist fundi út að þessi kongur var með svona lappir og 33 eitthvað og svo bara var það svoleiðis þú getur ekki alveg mælt sársökuþrjósk fólks eða hvenær það brotnar eða grætur eða það er svo mismunandi þannig að maður getur ekki frá að miða við sjálfan sig og segja, ég er nú alltaf svona og okkur er þú svona og maður fór að átta sig á þessu betur og betur og betur og betur að í rauninni er alltaf hægt að setja sig í spór fólks í rauninni ekki það er bara fullt af fólki með alls konar eitthvað og maður þarf alltaf að fagna því að það sé flóran í rauninni, maður þarf eiginlega svona að embracea það bara að, vá rosalega gaman að ég skulle fá þennan reiða mann núna að rífast yfir ég hafi lagt bílum mínu vitlaust ég er bara held ég ánægði með það, hann bara virkilega læti sér varða hérna, ég er greinilega ég labba út með hundi minn og ég áverð minn í bandi og hann fyrir að rífa kjaft akkur er með hundin í bandi, það er reglur hérna eitthvað svona þess að hann verið, heyrðu, segð þú nú með kallið minn bara, heyrðu, þú ekki að skipta þessu en þá bara, heyrðu, ég ætla hann bara að embracea þetta, að þetta sé eitthvað sem er að rífa kjaft yfir þessu og það er bara ekki allir eins ég hef aldrei rifist yfir því mér hef aldrei dottið í hug. Mér hef aldrei dottið í hug að skipta mér af þó verið háa í nágrunum mínum.
ég myndi aldrei bara láta mig, það kemur ekki eins og inn á borð hjá mér, þó ég væri dauðþreyttur að vinna 8 tíma á dag, skiptir mig engu máli. Það hefur verið partí út allt í kringum mig, ég er bara alltaf sofnað, aldrei speglur í því. Og eða þá einhver gerir eitthvað, leggur bílnum sem í stæðið mitt, ef það kemur á hverjum einasta degi, þá myndi ég kannski labba til hans og tala við hann, þetta væri stæðið mitt, fyrir utan húsið mitt. En ef þetta tilfallandi ammali eða veisla, þá legg ég bílnum bara maður lengra frá, ég labba heim. Líka áhugavert með, þú veist, að bera sér saman við aðra, sko, saman hvort það niður og það upp á við. Lífið bara alltaf flókið til þess að bera sér saman við aðra, sko. Það alltaf marga breytur inn í myndinni, sko. Já, og ég held að það sem mælingarnar, það ert að bera þig saman við sjálfa þig. Og þú ert aldrei sami maðurinn. Þú ert ekki sama manneskjan 40 ára og 20 ára. Og hvað ætlar að gera við þessar mælingar þá? Ætlar að bela við meðalaldur á allir sem eru 40, sem er líka til. Þú veist, bara ég er í rosa góðu formi með 50. Ég bara veit ekki. En það er pínlítið þannig að helmingurinn af heiminum, eða ég vil meira, þeir fíla data. Bara data er allt. Bara ég get selt data, ég get kollekta data, bara öllum upplýsingum get ég vel komið á framfæri og selt öðrum. Hvernig þú ætlar að fara að hegða þér næst. Þetta er hinn raunverulega data. Og fólk fattar ekki, allar þessu upplýsingar eru að sitja inn, það er raunin það sem fólk er að selja. Það er raunin þegar ég fyrir úrið mitt og snjallúri og allt verðastlið, sko, bara Garmin og þetta. Þessar upplýsingar eru notaðar í alls konar annað, sem er kannski bara fæn, þá get ég fengið úrið ódýrra vonandi, að því hann er að nota upplýsingarnar. En sko, og ég get líka notað fyrir mig, get sé hvernig ég var og árangur mér að nást og sumi vilja svona data. Vilja bara vita, þetta er kílógramm, það er vikt, þú stígur á hana, sér hvað þungur, svo ertu upp og niður að stíga á viktina, nema nú er bara viktin orðin bara alls konar. Alveg frá því að sofa upp í súrumstöku, upp í bara sofa með límband fyrir munnin og bara allt. Og við erum alltaf svona best okkur betur og betur, við getum hoppa miklu hærra og kasta spjóti lengra og bara alls konar hluti, við erum alltaf að fara lengra og lengra sem við gátum ekki áður og út af þessari tækni, sko, það er ekki það, held ég að þú ert alltaf að fara meira í svona micro en hefur ykkur verið mælt bara manneskja frá 4 ára aldri sem veit allt um sig og mæli sig til 70, hvernig kom þessar mælingar út fyrir hana? Var hún, verður allt í núna þegar að fólk sem er núna 25-30 þegar það eru 70 sem 80 ára og þá allt í nú kemur bara tímabili sem lifa, að því við lifa lengur frá 80 til 100 ára og það verður bara miserable tímabil. Þú veist, og getum allar tölur eru negatívar, það er allt niður af því, sko, það er ekki ein jákvæð tala. Þetta er mjög áhugavert, sko, því að ég bara velta þessu því, ég er ekki að segja rétt að rá. Nei, ef við pælum aðeins í því bara út frá svefni, sem að fólk segja mæla svefni sinn og þú vaknar og þú ert bara þokkalur, þú vaknar bara orðferskur, sem fer í appið bara, nei, vá samkvæmt appinu fekk ég ömurlegan svefn hvað ætla gerist aldrei og verður bara ekki þreyttur ég er að pæla því, ég meina eitthvað myndi segja og lítur illa út þá væri maður bara svona, er þetta lítið eitthvað illa út þú veist, eitthvað myndi segja, vá, lítur svo vel út þú lítur vel út, takk fyrir, er það, já, ég held að ég var svo aðsnægt árað mér og það er maður alltaf að líta á það, jú, kannski er bara alltaf læg með árað mér, með eitthvað ég held að vera umlegt ég vaknaði í morgun, ef Rúmi segir við, er speilin djöfull lítur illa út, þú er bara ekkert greitt og bara umlegur og Rúmi segir bara, þú svafst bara ekki neitt út í ruglinu, fórst í REM-svefn og þú varst bara í ruglinu henni í nótt. Gótt ekki að taka æfingu að því þú ert ekki tilbúin í æfingu og... Veit það ekki. Nei. Þetta er, ég er nú bara að velta. Já, það er gaman að velta sér fyrir sig, sko. Hvort það sé, eins og þú segir, að ég held að sé hægt að prjóna yfir sig í þessu, maður þarf að skoða allt, sko. Það held ég líka. Og ég held sér allt í lagi ef maður siktar þetta bara. Já, ef maður notar þetta og þetta er bara sikt. Já, ég vil segja, láta þetta bara fara. Ég er ekki að segja, ekki trúa, og siktar þetta bara. Þetta fer bara í gegn. Þetta er bara svo, þetta er gegnumstreymi. Þetta er gegnumstreymis loki á pípulangamáli. Þetta er ekki belief-kranin. Nei. Þetta er bara gegnumstreymi. Bara, þess að tölur eru bara gegnumstreymi. Það eru bara, stundum ég sé það og bara, þetta er ekki málið. Þess vegna, sko, og svo, að því maður ofta velta þessi fyrir sér, vegna þess að, sko, að því maður, þú ert svona einhvers konar ert að spá í hver bara, þú veist, þessu allir þessi tindar og allt þú þetta fara og allir þessi markmið, þá er alltaf verið að tala um að það sé, sko
journeyð sé málið, þú alltaf verið menn að tala um það, sko, journeyð sé málið en ekki, þú veist, þetta að vera komin á toppin. Mína Everest-ferðarnir núna, bara voru að segja það skrítin tilfinning voru núna Everest-toppnum. Þetta var einhver staður sem maðurinn átti ekki að vera á. Fannst einhvern veginn svona bara eitthvað eins og óvelkomin staður. Það þurfti bara að vera stutt og svo bara niður aftur. Og heimurinn var bara að segja, skilabóðum voru bara ekkert fara hérna upp. Þetta bara ekki fyrir ykkur, sko. Leave me alone, sko. Og ég held að heimurinn segja okkur svo mikið af þessu. Miklu fyrr. Þess vegna trúi ég ekkert á það og það getur allir sagt um mig, whatever they like. Allavega ég trúi ekki á það. Það að þú skulle sofa með limband fyrir munninum. En þetta svo ridiculous í mínu huga, sko. En það getur vel að vera okkur að koma rök fyrir því og það örugglega að finna fullt af rökum fyrir því. Það alveg að koma rök fyrir því að það vera bárjárn á húsum og stundum að vera dúkur og stundum að vera kopar og stundum. Það alveg að koma rök fyrir alls konar hluti. Og ég vissum að menn komu gamla þetta rök fyrir því að það átti að vera torfþak. En sko, ég ekki vissum að limband á munninum í milljónum ára að það hefði verið eitthvað sem líkaminn hafi búið til. Því að líkaminn myndi hafa búið það til ef það væri eitthvað sem við þyrftum að halda. Þá værum við fædd með eitthvað svona limband. Þú veist, að því að líkaminn sko, hann býr það besta úr þér sem þú mögulega hugsaðlega getur. Hann miklu flóknar heldur og alla okkar tækir sem geta mælt. Við höfum ekki mælt helmingina þessi líkaminn getur. Eftir 100 ár verður þetta að mæla miklu meira og við sem bara, var þetta í skrokknum okkur? Við vissum það ekki. Við höfum ekki hugmyndu það. Þannig ég held að maður að hlusta meira á svona aftur á bak, heldur en fram. Fara í grunninn bara. Já, og bara svona af hverju líkaminn gerir vissa hluti. Og hvers vegna? Ég held þess ekki holdt að hlaupa 190 kilometra. Ég held þess bara algjör vitleysa, sko. En ef að manneskjörn finnst það frábært og gefur því rosalega mikið og allt svoleiðis og það var allt til að hún geri það. Það auðvitað allt í lagi. En ég ekkert viss að megi gera bara hvað sem ef maður sameiginlegu potturinn okkar heilbrigðiskerfið. Ámækki skefum bara geta hoppað endalaust í spíkatopp alla dag og brotnað og slitnað og svo kemur það bara á spítalan og spítalan bara sér um mig. Og allir Íslendingar þurfa að borga bara eitthvað rosa mikið verð fyrir marga skefing það er alltaf að hoppa eitthvað sem eitthvað vilsingur, sko. Ætti ég þá ekki bara að tryggja mig eða eitthvað, þú veist, ef ég ætla að fara svona ekstrím. Ég veit það ekki. Nei. Þetta líka spurning sem að velta fyrir svona bara í tímanum. Hvort að einhverju sé að gera of mikið. Já, ég menna en svo þetta fyrir alltaf lengra og lengra og lengra. Já, það er potensiál alltaf meira og eins og var gauðin sem hljópa undir 2 tímum marathónum daginn, ekki bóti. En ég meina, þú veist, auðvitað verða menn betur og betri í einhverju, alltaf. Og það er eitthvað sem það nennir enginn að hlusta á meðalmenn, eða meðalmannskur, meðaltíma, það nennir enginn þessu. Þú vilt, það man enginn eftir manninum í öðru seti. Þú veist. Það er bara ekki, það er ekki fréttnæmt. Nei. Skilur mig. Þannig auðvitað er þetta eðlilegt, kannski. Já. En, þú veist, ég veit það ekki. Mér langar að halda áfram, þú komst inn á þættina og leikin á þann og spurja þig að bara komið fulleringu, botnaði þetta frumkvöðla starfsemi er. Já. Sko, það er alltaf vont við frumkvöðla starfsemi, þegar sko frumkvöðla starfsemi finnst mér vera fyrst og sem drifkraftur. Það er svona orðið sem ég myndi setja í það. Okay. Og drifkraftur getur komið á mismundi hugafar. Myndi ég segja, nummer 1. Þannig svona drifkraftur saman sem hugafar. Það er ákvörðun einhvers konar afl sem þú setur á stað. Og til að skapa eitthvað frá grunni, að vera frumkvöðull, það að þú tekur eitthvað og býr til eitthvað úr einhver sem ekki til. Annarkvort eða eitthvað sem var til og þú bætir það. Eða þú tekur eitthvað sem hefur aldrei verið til og býr til eitthvað alveg nýtt. Þetta gríðarlega erfiðu staður að vera á, af því að frumkvöðull sko þarf að vera með opaslega marga hatta. Til þess að vera einn fullkominn frumkvöðull þarf það eiginlega að vera sko framkvæmdastjóri, fjármálastjóri, skúringagæinn, hönnurinn, marketingmaðurinn, fjármálatýpan, sölumaðurinn eða maður þá var ég bara kvenmaður og kallmaður, það er bara, þú veist, þarf að vera allt þetta sko. Og þú þarf jafnvel líka að vera sko sálfræðingurinn þegar allt gengur illa sko. Þannig að sko að vera frumkvöðull er helviti erfitt jobb í mörgu leiti, það er bara eiginlega hræðilegt sko. Og margir frumkvöðlar eru kannski sterkir í einhverju af þessu. Mjög sjaldan í öllu, en í einhverju. Og þá reyna þær að fá sér eitthvað fólk með sér í lið
til þess að vera sterkar í hinum. Oftar en ekki eru oft svona hugsuðir eða svona lélir í fjármálum. Þá reynir að fá sér eitthvað skipulaður, meðan hinn svona kaotískur, af því að creation í kaotíinu, sko. Bara öllu þú ert kaotískur, það er erfitt að vera mjög skipulaður í creation. Það er hægt í glæpasögum. Það sem er struktúru þarf að ganga upp. Virkilega hægt. Og þá myndi að vera frábært og væri til dæmis verkfræðingur. Verður svo issa. Fullkomið. En í mörgu þú ert að skapa ekkert úr engu. Bara ekki neitt úr engu. Þá oft þarf að hafa hugmyndaflug sem menn hafa jafnvel tekið eiturlyf til þess að ná. Bara flottast á tónlist samin jafnvel, sko, þeir eru kannski LSD. Bara menn komast bara eitthvað lengra heldur en hugvíkandi efni. Og ef maður ætlar ekki að vera þar, og ég sko, aldrei farið þangað, og finnst lati bara nógu crazy fyrir að maður hafi ekki kannski farið í það. En það sem maður fann alveg, að það voru limit hvað þú komst hátt í að hvernig næja að skapa þetta. Að þú varst að búa til úr engu. Hvernig verður þetta til 30 ár, 500 ár, til hvernig öll þessi sköpun sem þarf að vera. Hvernig útskýr fyrir barni sem er 3 ára að þá finnast að heilbrigði sé áhugavert. Það skilur ekki orðið heilbrigði. Það skilur ekki orðið sko geðu epli og það er ekki að vera heilbrigði að borða þetta epli bara 3 ára og ég verð alltaf heilbrigði 15 ára. Barni skilur það ekkert. Það veit ekki eins og það koma helgi, skilur. Það veit ekki neitt um þetta. Þannig að hvernig þarf þetta að koma skilabóð þá að framfæri, hvernig kreita í hreyfinguna visioni á skjáin, þannig að barni í Tíli upplifði nákvæmlega eins og barni í Kína og jafnvel eins og barni í sveit á Íslandi. Hvernig gerur það? Það er alls konar svona pælingar og þú þarf að fara svo langt í þessu. Og þegar þú ert að oftast sem frumkvöld og þá ert að ráða þér eitthvað fólk í eitthvað jobb, þá er gallið við það, gefum einhver dæmi að þú þurfur að fá fjármálastjóraðinn til að vera. Og þú þarft góðan fjármálastjóra, þú ert að fara að sækja fé til að koma þess að hugmynd þín á framfæri. Þá er engin almennilegu fjármálastjóri til í að vera með þér. Það er lúnitikið eða vitleysingurinn sem kemur með þér í byrjun. Nema hann sé rosalega mikill visionary. Hann sjáu það sama og þú. Hann er bara, ég skilið, ég ætla að koma með þér. En þú færðu oft ekki þá. Þú færðu oft þetta sko annarkvort gæjan sem er ekki alveg með þetta. Af því að hann bara og vittlaust að gera þetta. Hinn er allir fara bara í sjó á. Eða einhvers að vera fjármálastjóri þar. Einhvers það sem bara, eða frumherja. Það sem þú þarft að skoða bílinn og hverju árið og bara lög í landinu og allir bílar bara koma inn og lúna. Það er ekkert að hugsa þar. Og bara tekur á móti penningunum og hækkar og lækkar gjaldskrána. Og passa bara ásækninginni síðu á hreinu, sko. Byggja kannski hús og eitthvað svona brum. Það er ekkert rosalega maybe but an if þar, sko. Og mér fylgir virðingu fyrir því. Starfið, sko. Þá kemur þessi gæi sem hún ræður, hann þarf annarkvort að vera að sjá visionuna með þér, sem er beautiful og nær slíku manni og þeir eru til. Það eru til fjármálastjórar sem kom inn og eru bara líka með creative vision. Það er ekki oft, en þeir eru til. Og það er erfitt að finna þá. Það er sem þetta óbúinlega mikilvæg manneska sem að tekur hliðin á frumkvölun nr. 2. Bara, hvar er veikleikin hans? Segjum að veikleikin hans sé ekki fjármál. Hann er mjög góður í fjármálum og hann er mjög skapandi. En hann er óskipulaður. Eða hann getur ekki gert product, hann getur ekki klára verkið. Þá þarftu kannski project manager eða eitthvað slíkt. Eða segjum hann sé ekki sölumæður. Hann bara getur ekki selt hugmyndina. Hann er góður fjármálastjóri, kann alltaf peninga, er með ágætis hugmynd, en hefur ekki hugmynd hvernig hann á að selja hana. Hann bara, þetta er bara geðveik hugmynd sér með, þetta er bara svona hugmynd og bara kaupir hann enginn. Það þarftu sölumann. Þannig að, en gallinn þegar þú ert frumkvöðl, það átt ekki fyrir þessu fólki. Þú átt bara ekki peningin í það. Og þá minnkar gæðin á þessu fólki helming. Að þú segir ykkur besta fjármálastjóran, ég ætla að fá þig en ég á ekki pening. Og maybe but an if erum við að fara að búa til hugmynd líka. Þannig að ekki örugt þessi örugt starfsumhverfi, sko. Þannig að ég er alveg hissa stundum að hugmyndi skuli fæðast. Mér finnst alveg hissaði, sko, að hugmyndi skuli takast. Og það er bara þá drifkraftur í einhverjum aðila sem keyrir þetta áfram. Sem fólk byrjar að trúa á. Ég trúi bara á hann til yfir þessu.
ég trúi á þessa mission sem þessi gæi á eða þessi persóna trúi bara þessi manneska að fara að gera eitthvað sem ég vil taka þátt í þess vegna það drifkraftur. Hvernig þessi drifkraftur og hvernig þetta hugafar? Drifkrafturinn kemur náttúrulega drifkraftur getur komið frá sko innri eða undirmeðutunni eitthvað sem þú trúir á alist upp við bara í mörg ár eða eitthvað svona og þú ert oft það sem þú verður það sem þú ert einhvern veginn sko. Það þannig að segjum bara ég hef alltaf fór til ömmu minni og sá hún að baka og ég var rosa með áhuga að baka og hún kendi mér og gefði mér uppskriftir og ég bakaði 5 ára og svo fór ég að vinna í björsbakari þegar ég var 10 ára og svo fór ég og þetta mitt eigi bakari þarna og svo á skólanum og seldi öllum bakari og svo opnaði ég bakari í Reykjavík bara hvernig búm, fór bara þar og var bakari þá skilur maður í DNA-inu þegar var að sagt ég byrjaði að baka hérna eða menn kom að söngvara, ég byrjaði að syngja þegar ég var 30 ára eða ég hef alltaf verið í fótbolt út í garði og whatever og pabbi minn fótboltamaður af því að hann var bara alltaf með út í garði að spila fótbolta hann keypti mörkin og bjóð til það allt og við vorum alltaf saman að spila fótbolta það alveg þá ertu smá DNA eða verður þar þannig að þú verður kannski eitthvað að því sko að drifkrafturinn kemur þá í undirmeðuninni þú hefur generalna áhuga á þessu og þú ert í genónum eins og sagt þessi drifkraftur eins og undirmeðunin hún talar við þig þegar þú segir það uppátt bara ég segi til dæmis við þig bara ef ég myndi segja bara ég ætla að kaupa mér rauðan sportbíl í sumar eða Volvo þá allt í einu fer ég að taka eftir Volvo allt ég sé Volvo bara hann Volvo, hann Volvo eitthvað sem ég tók aldrei eftir áður það var undir meðutunir að henda þessum skilabóðum upp til þín og þú sér þetta eða allt í einu að byggja þér hús og fer að tala mikið þar að koma með klósett og svo opnar eitthvað blað allt í einu sér tilboð í bíka og okkur klósetti og þá eða allt í einu sem ekki fá tengi sem það verður aldrei séð áður og þess vegna það pínundið þannig að þú varst ekkert að hugsa klósett kannski þú varst að fletta þessu blaði klukkan í hádeginu en það poppaði strax upp því undirmeðutun hendi hugmyndinni þannig að þess vegna þeir sem eru með hugmyndir þeir eru alltaf að tala um þær eða segja frá þeim prófa það á vini sínum og prófa að tala um það og segja þær og svona frá ykkur þeir eru jáfnvel obsessed á hugmyndum að heyri ofta bara að segja frá ykkur og þeir eru ekki að tala við þig þeir eru að tala við sjálfan sig þeir eru að setja þetta út í loftið svo að undirmeðutun getur tekið hugmyndina og það eitthvað vandamál sem eiga við kannski bara, ég næ ekki fjármagn bara ég er að reyna, hvernig ná ég að selja þetta, bara eitthvað og svo í undirmeðutunum fer þetta þá niður og kannski á nóttinu þú sefur eða hvernig sem þá vinnur undirmeðutun hún kemur svo oft með lausnir eða tækifæri sem hún sérð fyrir fram að þig allt sérðu bara tækifæri á ykkur þess vegna held ég að drifkrafturinn getur komið þar drifkrafturinn getur líka verið trú að þú sjálfur bara stillir takkan eins og ég trúði bara ég get bara stilt hann ef ég þurfti að vera 8 þá var ég bara 8 4 ef þurfti að vera 4 ég hef alltaf trúað því ég hef bara stilt orkuna bara hvað ég þarf að gera og ég hef alltaf bara trúað því og drifkraftur innri sko ekki ytri ég ætla að útskýra hvað við segjum að gera hópur af krökkum sem var látin labba með einhverja krakka, einhvern hóp og þá gera einhverja þrautir þá ætti að labba einhverja slá og að gera einhverja náskónuti og þá var sagt við annan hópin krakkar, þið eru að gera þetta því þið eru svo góð þeir eru bara svo góð að hjálpaði mér þetta eru litli krakkar sem hjálpa og þeir eru svo ógeðslega góð svona hjartnæm og bara hjartaði ykkur svo stórt og þeir eru svo góð þess vegna þið valin í þetta jobb og þau bara ok og þau eru að fara að hjálpa svo var annar hópur sem að þið að gera þetta og þið fóðu bíó með það ef allir komast yfir allir þessar þrautir og allt þetta og enginn allir geta þetta þá bara að ná að allir geta þetta þá fóðu bíó með það allir bara til í það svo ef þetta gekk ekkert rosalega vel bara eftir svona 2 tíma þá var hópur hérna öðrum einn sem var gera þetta þjóð sem stórt hjarta þau voru bara brosandi enn að láta allir gera hinn og við byrjuðum að vera frústiraðir bara þetta var ekki að ganga eins rætt og þau heldu svo aðskoðum 3 tímar og alveg vera brjálar helminga hópnum bara brjálar úti að hópurinn gat þetta ekki sko að því það var búið að eyðileggja missionið með ytri kvartningu basically, ytri verðlinum já. Og meðan hinn var bara með bara þeir eru svo góð ég held þú getur aldrei drepið svona drifkraft ef hann kemur frá réttum stað og þess vegna það stundu þannig að kannski maður bara gráður maður bara peningagráður það sko stoppa maður kannski fyrirtæki til þess að græða geða ekki sem ekki að peningum og þá það innri kraftur
og það bara allt í lagi ef að það málið. Það ekki alltaf verið að bjarga heiminum en það þá það drifkraftur sem keyrir þig og þannig að ég held að drifkraftur, frumkvæðastarf, já, drifkraftur. Ég held samt, nú ég bara svona að hugsa, að því meira sem drifkrafturinn tengist einhverju umfram sjálfa þig, því sterkari verður hann, held ég. Ég alveg sammálaðið þar. Já. Alveg hjartal sammála. Að ég held að maður sjálfur sé ekki nóg stór til þess að geta keyrt stóra hugmynd. Ég held að maður þurfa að vera með miklu stærra mission sem meira heldur en maður sjálfur. Ég held að það sé engin spurning. Og það situr mig eiginlega bara ofta á næsta stig, sko, sem bara sem ég geti talað við setna og myndum á það eftir að innri ró og ytri ró sem ég held að sé bara stór þáttir í þessu. Innri ró og ytri ró? Viltu hafa þetta núna? Já, alveg ekki með. Sko, í dag sér maður óbúslega mikið af fólki sem að gera, sem fer svona í cleansing og yoga og fyrir alls konar hreinsanir og alls konar svona, þegar fólk að endurmynda líf sitt og fer í svona einhvers konar restarta sér og bara alls konar hluti, bara svona vinna í sér. Og þá það fullu svona, hvernig líður mér bara. Ég bara veit að hvernig mér líður og bara svona, fer í innri skoðun, bara á fullu, sem bara frábært. Og að vinna í sér. Gefum okkur að ég sé að vinna í mig núna og ég sé 35 ára. Og ég síðan 2007 ég búin að taka 3000 selfie myndir af sjálfum mér. Bara endast á dag. Og ég búin að flokka þær og ég bara alltaf að senda á miðlunum og ég bara, það mynda mér í alls konar svona hálfberum, bara hálfber bara á öllum myndum. Bara. Og ég alltaf svona að meta mig og hvernig mér og hvernig vinkillin á mér og hvernig ég og ég, tala um mig og eitthvað svona. Svo allt í hennu fer ég líka í innri, allt í hennu fatta að þetta ekki að gefa mér neitt. Þetta að vera að byrta myndum á öllum þessum miðlum og vera bara nærbúrsunum út allt, þetta ekki alveg að gefa mér neitt, sko. Eins og ég held. Þannig ég ætla bara að hætta þessu. Og ég finn mig ekki alveg hvað ég að gera og ég fer bara ákveða að fara í yoga og cleansing og bara allt rastlið og fer í svona innri leit, bara hvernig líður mér og hvaða, bara ég. Og ég átti að velta fyrir mér, sko, staðan fyrir að leita þessa innri ró. Eins og ef ég var að labba út með hundinn út í náttúrunni til þess að leita svona innri ró. Ég að róa mig og vera í núvitund og labba svona. Þá vil ég eyða miklu meiri tími að hugsa ytri ró. Hvernig hafa aðrir það bara? Aðrir en ég. Ég bara ekkert að hugsa mig. Ég hugsa bara hvernig hafa hinir það. Ég líti í kringum mig og finna allt í hennu, vá. Þetta nú bara sorg, þetta nú bara fátækur og þetta nú bara þetta og svona og reynir þá að aðstæða til bestu getu. Eða miðla að þér eða gefa orkuðinni eða gefa tímaninum. Gefa einhverja af orkuðinni sem að ég sé alltaf, sko, sem ég segi að vera döð þreyttir ef ég gefa orku sinni. Ég hef aldrei upplifað það að verða, ef ég gefa orkunni mín að ég verði þreyttur. Ég hef aldrei upplifað. Af því að þegar maður gefur einhverjum orku sína, þá fær maður oftast þakklæti sem margfalt sinnum það sem þú gafst. Og það bara miklu öflugra, það bara eins og, það ekki kolvetni, það bara fita, skilur, það bara alvöru. Og það sem að, þess vegna held ég það, sko, að eina skipti sem maður gefur mikið af sig þegar maður tala kannski við tölvu og maður fær ekkert feedback og maður kannski á skjánum eða út með fyrirlestur á skjá og það heyrist ekki neitt í neinu fyrir fram að þig. Þá fær ekki þetta feedback. Það gæti verið kannski erfitt að leika fyrir sal sem tómur. Það ekkert fólk í salnum. Það örugglega erfitt. En auðvitað þeir sem í listum kannski gefa mikið af sér, bara rosalega, bara þeir öskra og garga og allt þetta, að þá, og leika eitthvað rosa dramatísk, geta verið líkamlega búnir. En það allt önnur þreyta í mínum huga. Að vera líkamlega þreyttur heldur andlega þreyttur. Að því að andlega þreyttur á ekki að tæmast. Það ekkert sem fer. Maður á alltaf að vera andlega fullur. Bara meira what. Og ég held að það skapist einmitt í því að vera í ytri ró. Ef að ytri ró bara fæn, maður ekki rifvildum við marga og ekki vesi með fólk og bara góðu samskiptum við marga og bara allt þetta, ekkert svona, ytri ró allt bara fæn. Ef ykkur flautar að umfyrir, tekur ekki persónulega. Skiptir einhver máli. Þú bara,
fyrirgefðu, whatever. Þetta ekki sko puttin upp, ég dröp þig helvíti í umferðinni. Þetta ekki þarna. Þetta sko eitthvað svona ytri ró. Þannig að það var svo gaman ef heimurum væri bara fullur af ytri ró. Og allir hugsaðu svoleiðis, væri bara helviti góðum málum, held ég, sko. Smá svona félagsleg ró þanniglega. Já, og þetta getur verið í öllum. Þetta getur eiginlega verið bara í að svona sumi segja, þú getur ekki byrjað á sjálfum eða þú getur ekki gefið öðrum, skilur við. Ok, kannski það hugsa alveg möguleiki. En ég hugsa alkar sem fara og þeir hætta að drekka. Og þeir fara fullu oftar en ekki þetta fólk í svona forvarnastarfi. Svona fyrirverandi alkar. Sem mér alltaf fundist rosa skrítið. En ástæðan einhvern veginn svo að þeir gefu þeim svo mikið að gefa. Þannig að þeir bæta sig, innri ró verður með því að gefa. Og hvað 12. skrefið sem þarft að klára? Það ekki að... Það að þú þarft að hjálpa öðrum í gegnum. Akkurat. Ég myndi halda að það væri ennblið mitt sko... En ég myndi halda samt, það væri tvennskoni, ég man eftir ég lendi eins og í fyrirlestri, var halda fyrirlestri á ungur maður og það var svona frægur gæi sem var búin að vera mikið dópi og rugli og eitthvað svona. Hann var helt fyrirlestur og allur svartklæddur og ég var eins og ítalskur kórdrengur með eitthvað bindi og þetta var Akureyri og þetta var held ég menntaskólinn Akureyri, ég man alveg hvað þetta var. Og þarna voru ykkur 600 manns eða ég veit ekki hvað þetta var mikið af fólki og hann heldur ræð og ég sitt þarna bara út í hotni á stól hann upp á sviði og hann að tala í einhvern 1,5 tíma og hann alltaf vitni að þú sko alltaf að gera með Magga. Hvað ruglir að fá Magga til að tala? Þú veist, gæinn hefur aldrei gert neitt af sér. Aldrei drukki áfengi, aldrei tekið eiturlyf, menn hvað ætlar hann að fara að segja ykkur? Hvað kann hann á þetta? Og hann segja, ég búin að vera núna 18 ár bara, þú veist, ég hætti verið 4 árum, ég er búin að 18 ár sko hendi mömmu minni út og braut rúðurnar og drap 4 og var í dópið þarna og bara gerði þetta og lamdi 17 og bara tók alla töflur og huldi þær allar upp og drakk allt þetta og spýra og reykti og lím og sniffaði lím og bara bum og sögurnar og svo komið sögurnar bara bam 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 og núna ég hættur þessu sko bara og svo bara og ég skil ekki hvað þetta gerir með Magnús Skevingin, ég bara fatt ekki hvað ósköpun að gera með hann að gæða þarna svo bara ég næstur og ég man eftir í sko þú veist, hvað ég að fara að segja og ég kom upp og sagði við þau ok, ef þetta að læra að keyra bíl hjá ökukennara einn kennir á POS keyrir stundum frekar greitt aldrei lent í árekstri á ævisinni tekið þátt í lífinu öllu á mismunandi hraða, jafnvel á 300 km hraða aldrei lent í slysi aldrei drepið neitt menn hinn kennir hérna á trabant og er búin að lenda í öllu sem þú getur bíllinans alltaf bilaður, það alltaf hún dekkin þetta af, keyrir á ömmu sína sko, bara, hann fer ekki út úr húsi á þess að sé vesinn hjá hverju myndur læra á bíl og það sögur nátt allir hinum sem kann á bíl og ég sagði, það akkur það sem ég get kent ykkur að lenda ekki í vandræðum þið þurfið ekkert að poti ykkur auga okkur til átta okkur að það getur ekki verið gott þú getur alveg bara að horta okkur annan lærið á mistökum annara þú þarft ekki að læra þín í eigin mistökum lærið á mistökum annara það er gáfulegt en í raunveruleikanum þarftu báða þess aðila vegna þess að Maggi Skeving getur ekki sagt þér neitt ef þú byrjar í dópi hvernig þú ert að hætta hann veit ekkert það Maggi Skeving getur sagt þér allt hvernig þú á ekki að gera þetta hann getur hjálpað með fullt af lausnum bara svona alls konar bara hugmyndir ekki kannski allt, en fullt af lausnum en ef þú væri dottinn í þetta og væri komin í þetta ástand þá gæti ég aldrei miðla neinu sem myndi hjálpa einhverjum þá þarftu hinn þá þarft báða og það á byrjunarpunktin sem ég var að segja að lífið er þannig að maður þurfa að taka alla það er svo marga tegundir til og það er akkurat þannig það er sko, finnst mér svo skrítið þegar ég sagt já, okkur er Bubbi Mortens að segja eitthvað núna var hann ekki dópi sjálfur okkur hann að spila ekki verið eins og ég svo er hann bara stjarna bet ég vil akkurat vera eins og þú Bubbi sko því að þú ert líka stjarna og ég ekki að feta bara þín spór og Bubbi stendur upp og segir mér ekki að gera það og þá hugsa maður alltaf það þarf nefnilega alla það þarf líka Bubba það þarf líka Magga Skeving það þarf líka einhvern annan það þarf bara allt
það tekur sko bara, hvað það heilt village to raise a kid, skilur Já, það smá þannig. Hlutur kallaði bara mikilvægt. Sko, með skoða punkturinn með sko, að það er hægt að forvinna mistökur framtíðinni, sem langaði að vilja bara taka sko, með innri ró og ytri rópælinguna. Að mörgu leyti og líka oft sko, sagt að þegar maður ekki í innri róunni, að það maður að fara að leita þessari ytri ró. Maður á að fara hjálpa ykkur með öðrum að það sé besta meðali fyrir innri róuna líka. Já, ég myndi halda það líka. Þannig að ég held að innri ró koma sjálfum sér. Þarft ekki að leita henni. Fer bara út og einbeitir á hinu. Þá kemur hún. Hitt kemur á sjálfum sér. Já, make sense. Hvað miskilur fólk við því? Hvað á fólk til með að halda þeim sem ekki rétt? Hver ég er? Ég myndi halda að það væri mesti miskilningur. Af því að sko, það sem maður þarf að átta að sjá sko, ég myndi halda að vera miskilningur líka, þú veist, eins og bara heldur, vá, ertu ekki stærri? Ég held að vera mikið stærri. Og maður var kannski á skjánum, maður svo Tom Cruise, allir sem var í kringu voru pínu litlir. Og ég var svo fegin að vera umkringd ykkur brúðum og svolítið styrði, þetta er allt miklu minni en ég. Nei, sko, eða ég borðaði eitthvað óholt, það bara, borðaði óholt líka? Ég vissi það ekki, eitthvað svona. En ég myndi halda að það væri aðeins meira en það, ég ætla aðeins að útskýra hvað ég á við. Að líf manns getur verið mismunandi og lífið getur verið þannig að þú farir í gegnum lífið og þú fer í háskóla og svo verður endurskoðandi og þú verður bara endurskoðandi. Og ekki bara, þú verður bara góður bara endurskoðandi. Og þú umgengst félagina, áttu ykkur að vina, æsku félag og er í skóla í Vestló og eitthvað svona kolli og þú spila síðan fótbolta og lífið þetta er svona dálítið þarna. Þú veist, eða fer að veiða og eitthvað svona, þetta er bara eitthvað svona. Eða verður dómari og eitthvað löffræðingur og svo dómari og svo kolli. Líf mitt hefur bara alls ekki verið svoleiðis. Líf mitt er bara alveg gjör ólíkt. Þannig að ég hitti fólk á mismundi tímum ævi minnar sem þekki mig for life en ég er aldrei sami maðurinn af því að ég var sko iðnaðarmaðurinn þegar ég hitti þau einhvern tímann. Svo hitti ég einhvern annan að þá var ég kannski bara, þá var ég leikari og svo næst varstu sölumaður á hugmynd. Svo varst alltaf að vinna með Michelle Obama, skilur við. Þannig að sko, það er eins og, þú ert aldrei sami maðurinn alveg, þó ég sett hvori eitthvað. Og þá er spurningmerki, hvað hittir viðkomandi lengi, hversu oft og hvernig miskiljan heldur þú sérst, að því að þú ert líka hugsaðlega einhver ímynd. Allir geta verið einhver ímynd, og er allir að sýna af sér einhvers konar ímynd. Og þú gerir það á mismunandi máta og gerir hvernig þú klæðir þig, að gerir hvernig þú talar, ímyndin getur verið hvernig þú skrifar, hvernig þú kemur fram, hvernig þú býður vinir og hvernig þú umgengst, þú veist, það er ímynd, getur verið alls konar. Og menn eignast einhverja ímynd með tímanum og það er allir að leiti í því til dæmis eins og munurinn á sko leikara og stjörnu að því þeir eru með leikari fyrir mismunandi gerfi. Hann fita sig fyrir hlutverkið, hann er gjör ólíkur, hann grennir sig 500 kíló, meðan stjörnunar eru bara nást með sömu klippinguna og nákvæmlega eins. Tom Cruise er bara sami gæinn í 90% myndum, því hann er stjarna en hann er ekki leikari en hann er fyrst og fremst stjarna og þá getur hann komist upp með það. Hann er alltaf ekki að segja okkur, Tom Cruise, þú ætti að raka þér hárið, hann er bara ekki að raka þér hárið, hann er ekkert í því því hann er það mikið stjarna, hann ætla bara að vera með þetta hár því hann bara vill hafa það. Arnold Schwarzenegger er ekkert að, hann er bara þessi. Og þetta er oft munurinn á sko list, leiklist, til dæmis, að því allur leikur er ekkert endilega list, þó leikir, þú veist, ég raun ekki. Ég meina, ég leiki Jackie Chan, það er ekki list, sko. Ég myndi aldrei túlka leiki minn sem list. Bara never. En sko, ég myndi alveg túlka margt sem við gerum í Lazy Town sem list. Bara alveg pjúra, bara, það var bara sumt að þið var listaverk sko. En hitt var bara iðnaður þannig að það eru margir þegar maður lítur á, þú hittir eitthvað fólk í gegnum tíðina eins og mig og miskilur aðeins, þá getur þetta verið bara hvort þú hittir í 3 mínútur, 12 mínútur og 20 mínútur, því þú ert búin að ákveða eitthvað ímynd á viðkomandi þú ert búin að setja á eitthvað label sem hún kíkir síðan á og herðu, vá, er þetta svona ódýrt eða svona dýrt. Ég held þetta væri dung.
segjum að ímynd Armani væri eitthvað væri fyrir eitthvað flott jakka fyrir dýr, eitthvað blað, þú kemur að verð með hann og hann kostaði 91 krónu. What? Kostaði 91 krónu jakki, Armani. Þá myndir vera ímyndin, þá væri perceptionið þín tjóðlega ódýrt. Af því að þú væri búin að fyrirfram ákveða eitthvað. Og þó að Ísland sé lítið, þá það samt þannig að þú getur átt mismunandi líf. Ef við tökum Lazy Town sem dæmi, þá var Lazy Town þannig að það var í 27-8 ár aldrei sama fyrirtækið. Bara hvert ár. Fyrsta ári var Lazy Town kannski hugmyndafyrirtæki. Það var svona hugmyndafólk. Næsta ár var Latibær sölufyrirtæki. Seldi hugmyndina. Þriðja ári var það fjármögnunarfyrirtæki. Að fjármagna hugmyndina. Fjórða ári var það framleiðslufyrirtæki. Á einhvers konar hugmynd. Það var að vera að framleiða, production house. Það var bara fullt af fólki í vinnu sem var að taka þetta upp og tölvumenn og tæknifólk og bara alls konar listamenn, sko. Ári eftir það var að sölufyrirtæki og sjónvarpsefni. Næst var það í merchandising fyrirtæki. Næst var það síðan aftur frumkvöldafyrirtæki. Það sem þurfti að skapa live show eða whatever. Svo var það bókafyrirtæki og svo var það dörru, svo var það matölufyrirtæki, svo var það að vinna með Michelle Obama og aldrei saman fyrirtækið. Þannig að ef einhver manneskja myndi koma kannski inn í Lazy Town, ráðinn þar, og ég kannski á setti, búin að vera á setti kannski í 3 ár, bara stanslaust. Alveg 18 tíma á dag, bara bam, bam, bam. Kostar margar milljónir dagurinn. Og það kemur manneskja, hún tekur við af einhverjum einum að hann var veikur og hann var afhendað með bara vatn. Að þegar ég er búin að tala samfleytt í 3 ár á sviði, sem íþróttálur og öska og garga og leikstýra og bara hvað sem og röddin það sem hverju þú byrja að vera þreyttur, þá fyrir svona röddin að klikka og þess vegna þetta vera útkvildur oft til að syngja vel og svona og þá þú kannski heitt vatn og það einhver á sviðinu bara, einhver manneska sem kemur inn greið og hugsa bara Maggi Skeving svo frábær og rosalega hann gera góða hluti, hann bara gera gott fyrir börn og hann svo glaður alltaf fínn og svo ég bara að leika og ég búningi sem 50 gráðu heitur og rendur upp og byrja klukkan 7 morgun og það svo að vera hellt og í hálsmála 8 könnum af vatni. Af því að búningur má ekki svitni í gegn, af því að má ekki koma pissublautur í klofun eða eitthvað, það stór skrítið að sjá, þá þurfti að vera kött og þá ertu með allt vatni inn í þér. Þannig að þú þarft að hreyfa þig á fullu við að gera erfiðustu æfingar heimsins sem bara venjulegt íþróttafólk getur varla gert án þess að svitna. Þú reynir bara að svitna sem minnst. Og þú ert með límt skegg á þér þannig að þú getur ekki borðað. Að þegar þú borðar þá dettur skeggið að þér. Þú ert með húu sem á ekki detta af þannig að þrýstingur á húunni í botni til að húan detti ekki. Þegar hún tekur hún af, ertu með svona bara far í ennu, bara blóðfar, sko. Þú ert á innan eins og rúsína af bara vökvanum. Búin að vera það ekki 3 ár. Bara ferðu úr fötunum þá bara út eins og 70 ára. Já, ok, við skulum segja 90 ára. Og þú svo greið mannska með glasið, býður bara þarna á setti, þú ert að hoppa inn í álfaskipinu og þú ert bara með öll ljósin í gangi og það kannski 55 gráðu hiti. Og þú ert bara að hoppa og búm og gera og leika og þú nær ekki rödd að segja textan og þú ert bara svo hást og getur ekki og biður glasið og hún á að sjá viftuna og glas. Og hún kemur heitt og þú har sagt við hana reddaði heitu vatni fyrir Magga, reddaði heitu vatni kemur með það, búm, Maggi tekur heitu vatni og tekur sopa og það sjóðandi heitt. Við erum að tala bara sjóðandi. Það bara sjóðandi heitt vatn. Og þú skaðbrennur bara. Þú veist bara, tungan brennur, þú skirpur þessu út úr þér og það lekur á búningin og bara allt, sko. Og þú segir, what the fuck? Getur ekki, þú veist, séð eins og að koma, þú veist, ertu að koma sjóðandi heitt vatn? What the fuck? Og svo lappar út að reyna að gera eitthvað þetta. Segjum að þetta verið kynniðinn af mér. Hvað ætlar að segja um hennar mann? Þú ferð út og ferð bara vannstæðin í 1 dag, veistu það? Þessi gæi algjörlega klikkaður. Hann ógeðslega, sko, hann var bara ekkert næs. Hann var bara langt frá því að vera næs. Ég rétt á hann vatn, hljóp upp í eldhús, náði það og ég með vifti á honum, búin að vera alla morgun, með einhverja vifti á hann, hugsaði hann þarf vifti. Þú veist, hvað stælar það? Þannig það getur verið mismandi, miskilningur, hvar þú lendir í kurfunni. Þú veist, hvar þú hittir viðkomandi aðila. Ég var til dæmis einu sinni iðnaðarmaður, smíðaði fullt á húsum.
þar á ég bara alltaf verið þessi hóp, bara allt annað fólk. Svo ég alltaf með, ger ég barnaefni, þar sem ég hitti 1000 foreldra á barnaefni, bara allan heim. Svo ég, hitti maður kannski Michelle Obama í Hvíta húsinu og hittir hana og hún hitti mig stuttan tíma og hún segir, Maggi þá svona. Ef ég hefði riðið kjaftir Michelle Obama, hvað ert þú að gera hérna, þú ert nú ekki nú góðu forseti hérna, frú og eitthvað svona, þá var kannski fundist í ömulur. Þannig að það svo mismunandi, hvað moment þú hittir á viðkomandi aðila og hvað hann segir og hvað hann gerir og svo koll og kolli. Þetta erfiðara þegar þú ert komin í starf sem mjög mismunandi. Og ég hef átt hann í starf að ég hef verið svo óbáslega mismunandi geirum og ég þekki alveg ótrúlega mikið af fólki. Og nánast kemur allir inn á stað á hans að þekkja, ég veit ekki, 80% af fólkin, meira og minna. Þá ég tengdi ykkur staðar, one way or another, annars sem smiður eða þetta, eða leikfimiskennari og kendi leikfimi og samt var leikfimi íþróttir kannski bara 3% af mínu lífi. En allir sem ég hitti sem voru með mig þar, töluðu alltaf bara við mig íþróttir. Og ég satt bara kannski endalaus kvöld í partíum sem menn töluðu bara við mig íþróttir. En ég hefði kannski bara 3% á íþróttum. Svo hitti einhvern annan, þá tala hann kannski bara kvikmyndagerð eða bara framleiðslu eða bara barnaefni. Ég gæti ekki fór út að skemmta mér á Íslandi á þess að vita allt sem börn þeirra borðu sem voru á skemmstaðum. Það komum bara alla mæður eða bara, veistu það, barnið mitt borðan á hafragraut og á morgnana og svona. Og sem var líka bara allt í lagi. Finnst mér ég var aldrei svektur yfir því eða mér fannst það leiðilegt, ég tók bara samtalið. Og ég tók 1000 svona samtala. Bara út að skemmta mér. En þá þekktu þau þig sem þetta. Og þá var ég mjög hissa ef þú sagðir allt í einu, ég er rosalega mikið áhuga á gömlum bílum. Það var bara, hefur þú áhuga á því? Eða þegar ég fór að köpa mér kannski pulsu í Bærins Bestu, það var bara, erst þú að fá þig pulsu? Og ég segi, já, ég fæ mér bara stundum svona óallega mat, stundum á milli, að því ég trú á balans, að þú ekki eftir að vera allt á heilbrigðubera, það er svona balans, trú bara að ég er að vera ekki stær í miðunni. Og þá vissu þér aldrei það. Þá heldur þau kannski, já, að því að hann er alltaf að tala latabæði, þá hlýtur hann að vera bara í hollustu. Og auðvitað hefði það verið best. En það var bara ekki ég. Að því ég trúði bara á balansin. Og ég skrifaði aldrei heilsurækt að þú ættir að gera neitt. Ég hef ekki skrifað neina svoleiðis bók. Eitt eða neitt það. Bara aldrei. Og þess vegna er það þannig að þú er að vera að gera kokkabók keto, þá ertu keto-kallinn, verður einhvern svona keto og klæddur og allt svona. Svo þú ert græmyndistæta, þá ertu svona verður lifur svona eins í græmyndistætan. Og ég heyrði einhvern með minnið að vera hérna hjá þér með þess að, þú veist, preach what you practice eða practice what you preach, eða eitthvað svona, sko. Að, sko, ég er ekkert viss að það eigi alltaf við. Vegna þess að ég held til dæmis eins og við vorum að tala á alkana, þeir voru ekkert þurri allt sitt líf og allt í rauninu þeirra að fara að predika allir í vera þurrir. Ég meina, þú veist, herði, come on. En það er, að því það er reynsla sem liggur í því. Ég meina, svo sem er að öskra á Messi í þjálfarinn, hann getur ekki skorað jafn mörg og Messi. Ætti Messi ekki bara að stoppa sig, komdu hún bara Guardiola inn á völlin og reynd hún nú að skora maður eins og ég. En hann gerir það ekki, að því hann veit að hinn hefur eitthvað annað skill, þar hann er að predika eitthvað sem hann kann ekki. Þannig að það er sagt oft bestu kennarnir eru þeir sem eru brotnastir í þessu. Stundum er það sagt. Ekki fullkomna lið. Að fullkomna lið skilur ekki hvað er að brotna. Og það er ekki farginum, þá hefur ekki farið þig. Nei, og flestir þurfa aðstofuna sem er að brotna, en ekki þeir sem hinn þurfa ekki aðstofuna. Þannig að sko, þess vegna held ég að komið mest óvart fyrir mig, fyrir fólk stundum, það er betur, ég held hann væri svona. En hann er þá svona. Það er búið að gefa sér einhver fyrirfram gegna ímynd af þér og búin að setja ákveðna væntingar, byggt á því hvort að gera á þeim tíma. Já. Og síðan er það kannski ekki raunin því þú hefur verið... Nei, og það getur verið gott og slæmt. Stundum er það bara frábært. Gerur þetta líka? Já. Ég vissi ekki, kemur tíminn, ég vissi ekki að þetta haldið fyrirlestur allan heim. Þetta var bara geðveikur fyrirlestur, til dæmis bara. Ég held að oft sem þetta hefur áhrif á hegðun einstaklingsins sem væntingarnir eru byggðar á. Og upplifun. Já. Ég meina, ég nefnir bara sem dæmi að ég veit fullt af listamönnum sem hafa sagt svona eldri, sérstaklega eldri, ekki núna ungum, en svona eldra fólki sem var svona snobba fyrir listinni, horfða mig sem íþróttumenn í gamla daga bara, þú hlýtur bara að vera
naut heimskur. Ég meina, ég var eins og í partí, þá var svona lag í gangi, var ein við hliðina á mér svona, mjög svona virt, svona listaspíra, og hún segði mig, þú munt ekki vita það hver að syngja núna, íþróttamaðurinn sjálfur. Og ég sagði, þetta Maria Callas, en veist þú hver vann Formule 1 á síðast ári? En já, þetta svona. En ég að segja, sko, það kannski held í miskilningurinn, en oftast náttúrulega þannig, annar miskilning kannski ekki sagt sem kannski svona alltaf fyndin, það að þú ert með, sko, ég yfirleitt glaður, bara svona 90% tímanum. Ég svona frekar glaður, upbeat, svona bara, og ég nú bara yfirleitt þar. En þegar ég ekki glaður, og legg áherslu á eitthvað bara, mér ekki ánægð með þetta, þá er fólk óbúðslega svegt. Það búið að byggja undir, þá væntingu aðeins bara hann, bara, bara, what the fuck hann akkur ekki glaður með þetta? Og ég fann að ég átti erfitt með það að segja fólki hvað mér fannst að. Hitt til dæmis sem er heilbrigð, ég veit læknis. Alveg sama hvað ég segi við læknin, hvað að mér, nei, maður ger ekkert að þér út, svo hraustur bara út. En allar mældur, sko. Og það hitt, sko. Svo alltaf kemur bara daginn, heyrðu, wow, þú ert bara fárveikur. Og að þeir perceptionin vil meina að þú ert bara heilbrigður, farið bara út og það verður ekkert að þér. Og það pínundið þetta perception sem getur verið svona, já, þeir sem bjóða sér fram í stjórnmál, þau ekkert alveg endilega þessi stjórnmálmenn, endilega. Þau fá ekki oft vinnu eftir, sagt. Og þá bara, já, hann með þessu skoðun, þannig að við erum kannski fljóta að dæma, kannski. Fljóta flokka, við gerum náttúrulega bara án að vita að því. Já, við flokkum kannski. En, já, ég veit ekki, en ég kem oftast fólki á óvart með eitthvað sem kynnist mig betur, að þá ég með eitthvað annað sem maður vissi ekki að ég hafði. Ég myndi segja að það væri svona helst. Hvað á náttborunni hjá þér? Já, náttborun. Sko, það er alltaf gaman með náttborð. Mér finnst náttborð alltaf skemmtilegt hugtak, eða svona skemmtilegt fyrirbæri. Vegna þess að náttborð eitthvað sem svona þróast með lífinu. Þú veist, á náttborðinu, þú veist, kannski þú myndir taka mynd af náttborðinu. Þetta kannski fyrir einhvern listamann að taka mynd af náttborði í lífinu sín, frá byrjun til enda. Að náttborðinu í gamla þetta var svona, þú veist, mynd af í gamla þetta var sko, konan og maðurum og með mynd af sjálfum sér á náttborðum svissað. Þannig að þú vaknaðir, þá var konaðin mynd af konunin á náttborðinu og svona í gamla daga. Og í dag þetta bara alveg farið. Og maður skildi aldrei alveg af hverju var þessi mynd á náttborðinu. Þú svast við hliðin á konuninni og bara, þú veist, var þetta þess að fatta í hvað rúmið þú varst eða ég skil ekki alveg hvað það var, sko. En svo var það þannig að þú ert með, náttborðið hefur líka, sko, að við þróast, að því að það sko, stundum bara snuð á því og þá ertu greið með barn einhvers staðar nálægt þér. Þú ert með bækur á náttborðinu, þú ert með úrið, svo ert með snjallúr, svo ert með símaðin og svo ert með hleðslutæki sem var ekki áður fyrir 2007. Það var aldrei neitt svoleiðis á náttborðinu. Þú ert kannski komið rafbók, hún breytist alltaf bara í svoleiðis og svo ertu alltaf með meira heilbrigð og þú komið vaskglös og svo alltaf þú byrjar að drekka meira þá þú komið sko áfengisglas áður þú fyrir að sofa og vaknar þá við það og svona kollakvæli. Þannig að náttborðið alltaf svona históría af hvað í gangi í lífinu og maður getur alltaf litið á náttborðið sem þú séð það, sko. Og hvort það sé ríkut eða skítut og svona maður þá getur hrifið húsið sitt maður getur séð ýmislegt á náttborðinu. Náttborðið er líka svona guiding light, þú tekur með ljós á náttborðinu sem lýsir svona fyrir hvað þetta gera svona. En oftar en ekki myndi ég segja þetta væri svona bækur, væri sko fyllt á náttborðið á mér og það hefur svona fyllt mig mest að vera með eitthvað sem ég leggt frá mér eða bók sem ég skrifa litlar hugmyndir að ég gætt lagst á kottan stundum sko og vaknað á daginn eða sem þetta á mótnana og þá var ég vakandi sofandi í svona 40 mínútur og þá var svona trúði ég bara að ég var með svona hvítt ljós bara fjólublátt eða eitthvað sem bara og ég bara svona var vakandi sofandi og gætt streymt hugmyndir í gegn og þá gætt ég fundið lausnir á henni ég bara opnaði það, svo kom það bara ég veit ekkert af hverju ég gerði það eitthvað svona, en það virkaði fyrir mig og þá fór ég að skrifa hana kannski hugmyndirna niður og það var átt svona penni og eitthvað svona lítið bók eitthvað svona. En núna, ef ég ætti að segja eitthvað núna á náttborðinu, sko, þetta hefur breyst eins og ég sagði með árunum, sko og bráðum fæði maður, já, svo kom gleru allt í hennu,
allt í núna bara þessum, svona eftir ég var 45 ára eitthvað, allt í núna komið gleru, bara, það verður að hafa gleru þar, svo sumir voru kannski með sígarettupakka, skilur mig, á náttborðinu, þegar að vakna og reykja, ég veit ekki, en þú veist, þetta mismunandi. Núna á náttborðinu mínum myndi ég halda að sko að því ég að lesa núna síðast, að ég er svo meira með bækur, þá væri ekki Michelangelo, líklega þá er ég hans að fara yfir svo David styttuna og eitthvað svona þegar 1501 þegar hún var til 1504 þar sem hún var búin til. David styttan David styttan sem í Flórens eftir Michelangelo sem svona stytta sem svona maður sem svona allsber menn hafa séð þessa styttu. Heitir David, hún 512 eða 517 cm á hæð og þetta stytta alltaf áhugaverð það var reynt að búa til þetta David og var á móti Góliati og þetta slönguvarpara sem hann heldur á svona og hann að sko að henda hann svona shepherd eða svona fjárhirðir og verður svo konungur Ísraels í raunni og hann á móti Góliat og vinnur hann með svona slönguvörpu og Michelangelo var þriðji maðurinn sem fékk þetta jobb og hann gerði til dæmis málaði alla Six Chapel í Róm, málaði þar alla hvelfinguna og svona og gerði það 3 sinnum að því að hún miklaði einu sinni og svo fór hann niður og voru allir svo litlir og skrýtnir, hann fór að gera þetta aftur, lá á bakinu í mörg ár, bara held í 7 ár og málaði þetta og fólk að nutta hann sko þegar hann lá á stillastanum sko. En hann var 4 ár að gera þetta og að því að voru 3 aðrir sem áttu að fá Michelangelo styttuna og þá var þetta 5 metra hátt sko, eða þú veist þetta 6 metra klumpur sem bara marmari, þetta gert úr einum steini, þannig að þú ert að höggva út úr listaverki út úr steininum. Og steinni var búin að vera í geymslu hérna í dóm hérna í Mílanó, held ég bara alveg heil lengi, eða Flórens hefur líklega verið, var geymt þar. Og svo þegar governor var kosin, Pirello var kosin, hann fengi verið ævilangt sem governor, þá var ákveðið að gera þessa styttu og þá var styttan voru 2 aðrir sem áttu að gera ég veit ekki alveg þessa styttu að gera eitthvað úr þessu, eitthvað rosa verk og þá hættur eitthvað við og hættur og Michelangelo tekur við og þá lendir hann því til kringu læri til dæmis á David þar svo mikla sprungur og vesin og steinnin bara ónýtur þannig að hann bara 4 ára að hamra og vinnur alltaf einn þannig að hann var bara einn inn að hann settir vasklas, bjóti í mótel og settir vatn og fyllt þetta vatn í steinin og tók svo vatni alltaf niður þá sentimetrast til þess að hlutföllin rétt að þau vildi ekki lenda því að hausinn sé risa stór svo er búin að fara alveg niður og svo aftur kemur táin og þá hún bara alltaf stór þannig að hann með svona hlutföll þetta er alveg abstrúrt geðveik listaverk og hann á 20 og held hann 23 til 27 eitthvað svona ímyndaður eitthvað sko bara kraftmennshipi sko í bara listamanni sko og hann og þegar hann gerir þessa stytt og þessi stytta hefði verið sko hún replika, hún var sett fyrir utan fyrst var hún sett fyrir utan bygginguna hana og þá var og hún lifði á World War I og World War II og allt þetta sko, þetta bara 1501 til 4 og það hún eyðilegist ekki í öllu þessu stríðum svo kemur núna bara 1990 2000 eitthvað, þá kemur einhver vitleysingur og lemur með hamar og brýtur tæknar af steytunni. Búin að vera í 100 ára sko. Þá var hann sett í glerkassa og replika bara fyrir utan og svona það eru replikur. Orginalin bara í einhverjum kassa sko. Og en þegar steinni var tekin úr námunni, heill steinn, þá dó einn maður vist þegar þetta kom niður sko. Og þegar styttan fyrir inn til Flórens og sild inn í Flórens sem sagt ferjuð inn á svona kuppum, þá verið að grýta hana með tómatum hvað þetta sé ömurlegt og móti þessu sko þannig að segir oft fyrir okkur sko við höfum svo oft rangt fyrir okkur á röngum tíma en þú veist að við erum bara þú veist það oft þannig sko að það sem við segjum þá að sé verið að grýta þessa styttu sem meikar engan sens sem eitt stórkostlegasta listaverk sko bara, já, í heiminum og þannig að þetta bókin sér að lesa núna til dæmis ég var gaman að þessu til dæmis sem dæmi það náttúruna ég er mjög gaman líka að eitthvað náttúru eldist með manni það er svona þroskast með manni eða svona getur endurspegla hvað að gerast í lífinu og hvaða lífsgefur það algjörlega hvað helstu einu sinni að vera satt sem múst öðru máli í dag eitthvað sem þú þurft að aflæra
Já, eitthvað sem ég held að ég myndi halda að væri það kom náttúrulega mjög snemma að maður held að foreldrarnir sínu væru eitthvað svo áttam allt við náði að foreldrarnir manns voru allt annað voru kannski ekki þessi íkon eða voru ekki þetta eða hitt sko það er þú veist að foreldrar er bara fólk þú veist þeir eru ekki bara já þeir eru bara velnýtt fólk og ég er ekki alveg viss hvað ég ætti að segja hérna sko ég er hérna ég bara veit það ekki alveg ég myndi segja sko einu sem var rífast við félagið minn því ég var 7 ára eða 6 eða eitthvað og þá vorum við að rífast við því að ég sagði að vera til leigubílar því ég aldrei komið til Reykjavíkur út á landi hafði bara séð 1 leigubíl og þá var ég til svona í plássinu sko en ég sagði að það væri til leigubílar sem væri bara 2 þeirra og hann sagði að það væri aldrei til það bara hvergi og bara ég var ekki alveg sáttur við þetta svar og var alltaf að tala við hann það er til, ég veit að ég hef séð það ég bara man ekki hvar og svo fór ég til Mexico City og lendi þar, þá var allir leigubílarnir Volkswagen Bjalla og þá alltinn hafði ég séð leigubíl sem var akkurat þegar ég var barn sem var Volkswagen með leigubílamerkin á sem var bara 2 þeirra og þannig að stundum sko er svo skrítið með þegar maður átta sig á því að maður hefur haft villis fyrir sér í svo mörgu og það er fullt af svona eins og bara það sem við teljum að hafi verið gott að gera sem allt í einu verður síðan ekki gott mér finnst alltaf til dæmis áhugavert að vera vitni í fræðinga stanslaust, alltaf verið að segja já, við þurfum að trúa vísindunum og við þurfum að trúa fræðingunum við þurfum að hlusta á fræðimennina þetta finnst mér heimskulegasta sko, sem stjórnmálamaður segir sko. og ég er endalaust að heyra forsætisráðherra að tala um þetta og þetta fer ekkert smá í taugarnar mér þetta svar sko, að segja alltaf þetta vegna þess að sko, það voru til sérfræðingar þegar konu fengi ekki að kjósa það fullt af sérfræðingum til það er fullt af sérfræðingum ennþá til í Sádi-Arabíu þegar konu fá ekki að keyra bíl eða fá engin réttindi og það er fullt af sérfræðingur í Kína það er bara fullt af þú veist sérfræðingum það gerir það ekki endilega allt sér rétt þó að þeir sé þar það bara gerir það ekki, konu fengi ekki að kjósa það bara, akkur ætti allir sérfræðingarnir ekki, lögfræðingarnir og allir fræðingarnir að fatta ekki strax að þetta geti ekki make any sense að konu fengi ekki að kjósa hverslega svitlis er þetta? Það er bara 3 ára barn eða ekki konur að fóra að kjósa líka á menn jú, spurðu bara 3 ára krakkar eru alveg rétt fyrir sem frá 0 til 6 ára krakkar eru bara pure þess vegna sko þegar leikur og þegar maður tala um listaverki náðan sko, þegar ég leik í Jackie Chan það væri sko, ekki listaverk að þá leikur var ekki leiklist það var meira bara svona yðnaður að þegar þú varst íþróttálurinn þá gast ekki leikið og það gat engin leikið í íþróttálurinn þess vegna er svo ánægður að Dýri leikur íþróttálurinn í dag til dæmis og vegna þess að hann er kannski ekki heimsins besti leikari og margir leikari getur leikið þetta betur heldur en Dýri kannski vegna þess að krakkarnir sjá í augun á honum hvort það meini þetta ekki að því hann er góður maður hann er bara góð manneskja og að því hann er góð manneskja þá virkar þetta að því bara krakkarnir sjá það þegar hann nálgast og tala við þau og svona og þau segja honum fyrir öllum sínum leyndamálum og er að segja frá skonu veistu ég var að bara að gera arbi og borðaði svona gulrót í gær og rosa stolt að sér að geta gert einhver æfingu í staði öðrum fæti og sjá þau í augunum að hann really care hann finnst þetta áhugavert sem hann hefur bara frá hjartanu og þannig var það með mig líka þess vegna þurftur ekki að leika að því að þú varst hann innan gæslappa og það var pínutið þannig að það kom svona að fá gættinu og ég held að það sé pínulítið sko svona þegar maður átt að sé á allur svona eitthvað sem maður er í með fólk og svona þá áttar maður sér alltaf á því eins og hann sagði Prúsakeisari Friðrik sagði sko því meiri sér kynnist fólki því vætna þykir um hundi minn og þetta er alltaf áhugavert og að því að maður hugsar oft sko vá, ok þá fattar maður alltaf vá það sem hún var að leggja í og gera og sjá þá alltaf áttar að kannski bara erðu og fólk getur bara verið virkilega ívól sko. Það bara getur verið mjög krúl og
maður sér það á samfélagsmiðjum hvað fólk segir fólk og bara hálshöggur fólk bara án stóðum svo laga og bara alls konar hlutir sem í gangi og þetta eitthvað svo skrítið að þetta skulle vera þannig að ég myndi segja sko að ég trúði að fólk væri gott virkilega og það það að því í rauninni þú ert í New York og þú tekur leigubíl, treystir honum, þú ferð í liftuna, það eitthvað liftuvörður búin að laga liftuna, eitthvað maður búin að setja ný, þú fer upp á 18. hæð, þú kemur inn og bókar herbyggi og þú treystir þessi hreint og svo kolli. Það eru þúsundir milljónir manna sem fari gegnum heiminn og gera jobbið sitt og það treyst og bara gott fólk. Ég held að allir væri þar, þegar ég var bara alltaf, ég held að væri allir góðir, í rauninni bara þannig ég myndi segja að ég komi í rauninni á að svo ekki. Og það rosalega sérstætt sko. Og maður átt að segja á því betur og betur ég gegnum álskonar bara álskonar dæmi bara fólk skilur, fólk fær ekki að sjá börnin sín bara tálmannir, þetta bara hreint ofbeldi í rauninni mér finnst ofbeldi vera líka þegar fólk hendir ykkur á miðla og segir eitthvað ykkur staðan fyrir bara að kæra það að því minnst bara, kærðu þetta bara farðu bara, kærðu viðkomandi og bara gerðu það ekki sitja út bara eins og að viðkomandi enginn geti varið sig eða þú bara getur ekki og ég held að þetta sé ekki góð þróun sko og þá ertu bara ofbeldismannskja í mínu huga og það alveg það sem held ég að sé svona já, ég held að maður svona og ef að ferli virkar ekki eins og það gerir ekki ef því að ferli virkar ekki dómskerfið á Íslandi virkar ekki það ljótt að segja en það bara gerir það ekki í alls konar málum, sér bara hvað mörgum málum ofbeldismálum sérstaklega í svona þessu kvenmenn lenda í alls konar ógeði sko þessum kallmenn því miður fara allt og langt bara one way or another sko og eru gerendur í flestum tilfellum sko þá virkar ekki kerfið fyrir þetta það erfitt að kæra, það erfitt að fara í gegnum prósessum, lögum það bara drífum í því, 1, 2 og 3 lögum þetta bara, finnum það kerfi sem okkur líkar best við að virki bara en ekki vera að þú veist að af því það kerfi virkar ekki þá ætlum við að execute alla bara dómstölu götunar það ekki hægt það vill engi búa í slíku samfélagi það samfélag sem einhver langar að vera í tel ég vera sko og þannig ég myndi segja sko já að það sem að komst að í miður trúðum maður bara á það góða svo rosalega mikið að það væri til svo gott sko og þá svo það ekki alveg sko ég myndi segja það og þá þarf maður að díla við það eins hvernig díla maður við það ef það svoleiðis kemur upp og þá fór maður alltaf að velta fyrir setjum ok, kannski bara til svona mismunandi fólki ég þarf að fara alltaf að embracea það þessi viðkomandi aðalega bara ofsalega vondur hann bara mjög vont attention sko það bara eitthvað, hann ætlar að gera eitthvað slæmt sko og þá þarf maður að byrja að átta sig á því og lesa það og lesa umhverfið betur og ég held að það sé einmitt svona það sem ég myndi vilja kenna í skólum væri lestur á umhverfi þá meina ég allt sko, bara allt umhverfi bara frá behavior eða stellingar og andlit og náttúruna og líkamann og hegðun og raddbeitingu og allt, bara þú læri þetta bara að ég held að þú getur alveg séði gegnum alls konar svona hluti með því að kunna og það sagt ofta ef maður fer svona í jóka eða í klaustur eitthvað svona allt í hún heyrir maður kannski bara grasi gróa sko, sem maður heyrði aldrei á þau sko það svona allt í hún, maður næri svona fullkomnu hlustun sko að því maður fullkomnu ró einhvern veginn og það spurningamerki sko hvort maður þurfi klaustur til að gera það sko það blakkarætt máli sko hvort maður ætti ekki að reyna að gera það einhvern veginn öðruvísi en ég myndi segja að veri það ég held að Ísland væri svo saklaust í raun, ég held að bara virkilega en svo sér maður bara út allt ég meina, konu var haldið niður á Íslandi í mörg ár og enn því miður, það bara gert og börn litið niður á börn sko, þó menn segja ekki, það það og það margt sem Íslendingar getur bara virkilega lagað sko. Held ég bara með einföldum máta og já, ég myndi segja það Þannig að trúður að heimurinn og manneskjur og heimurinn og Ísland væri gott en að það sé líka til slæmt í rauninni Já, sko, maður áttaði sig alltaf betur á því hvað var brútal alltaf meira og meira brútal og maður
græðgi, ég meina, sjáðu bara stærsta fyrirtæki Íslands bara, sem hefur verið íkon fyrir íslenskan sjávarútveg, besta í heimi. Já. Ég meina, come on. Þeir ráðast hérna á blaðamenn og ráðast á eftir fullt af fólki sem kemur einhver skærulega dild. Ég meina, þetta bara Davíð og Góliat. Og en það 100% örugt. Styttan af David, sko, með slönguvörpuna, hann vann, sko. Og það moral of the story. Ef að Samherji myndi bara lesa hana, sko. Ég get ekki sendt Michelangelo bókina og þú veist, þá myndi bara sjá það. Þetta á ekki að vera svona. Það vill þetta enginn. Það vill þetta enginn. Og en þau sjá það ekki. Því miður. Ekki strax. En þau gera það. Vonandi. Að lokum. Já. Hver helsti vendipunktur sem eru upplegað lífin til þessa? Sko, það hafa verið svona fullt af vendipunktum í heiminum. Við förum mjög langt af þessi mann, eldurinn, algjör vendipunktur. Bara allt í bara, wow, fuck, þetta komið eitthvað nýtt, maður veit ekki hvað þetta er. Svo komu hjólið, búm, óbúrslaglaðir. Svo Íslandi, mesti vendipunktur á Íslandi var stífhylinn, gúmmístífhylinn. Það voru allir blautir meira og minna, bara algjörlega vesinn og þetta gúmmístífhylinn hafi verið bara algjört undur. Bara, hvað kom gúmmístífhylinn? Svo voru svona minni spámenn, svona vendipunktar og svona ostaskeran, norrmenn fundu upp ostaskeran, af því að það gæti ekki skori ost, fekk alltaf svona, det här har vi fantastiska bruggadara, þú veist, kom eitthvað svona norskan ostaskera. Svo kom sko þvottavélarnar, algjör breakthrough, þú veist, uppþvottavélar og bara konur sem voru að þvott endalaust á einhverjum steinum bara og einhvern í læk og bera þetta allt saman. Þetta lítur að vera algjör breakthrough, sko. Og svo komu tölvurnar og allt þetta alveg bara frábært og breytti alveg alls konar. Og allir sá síminn og öll þessi tækni, en ekkert af þessu sko var alveg svona vendipunkt í minn persónalífi mínu, sko. Því ég var ekki alveg þarna þegar þetta gerðist. Og ég var alveg þegar síminn kom og allt þetta. En ég var kannski helst þarna sem ég skrúaði skrújárn, sko, með skrújárni, sko, allir skrúur, bara endalaust, sko, bara 3000 skrúur bara einn daginn, en nú er þetta komin batterísvél. Þannig að maður myndi láta einhvern 17 ára barn að taka skrújárn, eða vildi hann að taka 1 3 skrúur út. Barn myndi bara horfa á maður, þetta eitthvað klikkaður. Er ég að fara að skrúa þetta með höndunum? Bara, þú veist. Þannig að eitthvað svoleiðis var svona vendipunktur, en vendipunkturinn raunverulega í mínu lífi, ef ég ekki að tala um tækni, þá myndi ég segja að það væri það þegar að þú hættir öllum, bara seldir Lazy Town, hættir þannig að 50 og eitthvað 5 eða 53 ára, þá gjörbreyttur í lífinu. Allt í nú varstu bara að fara, þú bara í 30 ára, þú búin að vera í þessu, og þú bara hefði selt, farið út og þú situr upp í rauninni bara hvað gerir ég næst og hvað á ég að gera og hvað ætla ég mér að gera. Og það alltaf gott að skipta starf, held ég, svona nokkru sinnum á ævina og vera að byrja eitthvað nýtt, þú veist, kannski 50 og þú veist, ok, hvað gerir ég næst? Og það fannst mér áhugavert, en það algjör vendipunktur, að því maður átti sig alltaf á því bara, vá, heyrðu, ég er búin að vera eins og Formúlu 1 bíl bara í botni og næstu því að sprengja vélina, þannig að þú veist, þú er búin að stýpa bæseppin og brjóta öll bein í líkamann liggur við og slíta vöðana, bara allt þetta gegnum tíðina í hardcore myndatökum. Þannig að þú þurftir aðeins að hugsa núna bara, heyrðu, hvað ætla ég nú að gera sem er svona, þú ekkert endilega að vinna með skrokknum, heldur meira með höfðinu og reyna að vera svona að spá í það aðeins. Og mér finnst aldrei gaman að tala við frumkvöðlafyrirtæki og fullt af svona fyrirtækjum með hugmyndir. Það einmitt að sjá endapunkti sinn, exitið, gætu hugsað sér að vinna veit í 30 ár og svo alls konar hlutir sem að þarf að velta fyrir sér. Ég bjóst aldrei að ég væri með einhverjum, sko, svona lækragalla í 30 ár, sko. Og ég væri hoppandi einhverjum svona spandex fötum, sko. Og en að því maður ætlaði til þess að vera arkitekt, til dæmis. Það er kannski eitthvað sem ég hefði, svo hugsaði ég núna í dag, hjúkit að ég var ekki arkitekt. Ég hefði bara með að alltaf reynslu sem ég með núna, ég hef aldrei getað að fengið hann á arkitektunum jobbinu. Þannig að maður veit ekki, sko, þetta er svona að vendipunkturum var eiginlega alltaf núna að standa alltaf með autt blað. Bara autt blað, ok, hvað langar mig að gera? Og þá er það eiginlega pínundið þannig að sem ég held að sé
skólakerfi gerir aðeins, það eyðilegur finnst mér svo mikið út frá sér að þau eyða svo mikið tíma what's wrong with you, hvað að þér bara þú ert ekki góður í þessu, þú ert að bæta þig, þú ert ekki góður í þessu, þú ert að bæta þig en það ekki verið að besta þig þú veist, því að þú ert í bestur og mér finnst að kennari eiga bara að hafa það jobb að bara ég finn út svona já, herðu, þú ert þessi típa þú ert svona, þú hefur þessa hæfileika og ég leið þér að njóta en að þú getur besta þá líka meira, heldur en að vera að pína því að gera eitthvað annað sem þú bara auðvitað fullt af hlutur sem þú getur æft upp og orðið betri en overall myndi ég segja að það væri svona meiri lestur á það að kennarajobbi, kennarháskóla mætti að vera það eingöngu að lesa nemendur og við höfum algjörðu uník stöðu til að gera þetta, við erum með krakka frá 0 til 20 ári í skóla á vegum ríkisins, liggur við sko sveitafélagina, ríki og sveitafélag leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar við erum bara með þá, þannig við ættum auðveldlega að geta sé styrkleikan í okkar fólki og mér finnst margir koma út úr skólakerfinu ekki með fulltu sjálfströsti heldur brotnir, eru ekki með bara lapp út, bara ég get gert hvað sem og ég held að þessi svo frábært tækifæri núna sem ég finnst vera svona vendipunktur, en núna get ég alltaf lítið á blaði að ok, í hver ég góður í og ég ætla að besta það áfram ég ætla ekki að fara að gera eitthvað sem að ég ekki neitt sérstaklega góður í, ég ætla að besta frekar núna sem ég góður í, bara ég er með 50 ára reynsliði, nú ætla ég bara og virkilega taka það bara nuts up og það er alltaf það sem ég hef alltaf áhuga núna besta það sem þú ert góður í já og við höfum gera það meira í skólakerfinu taka fólk að styrklingar sem já, mér finnst það bara ekki gert ég meina þá við með að gera meira, já, því það er bara ekki tekið pró ég meina, þú hefði tekið pró og þú fellir með 4,9 þá ertu bara dæmdur í ævilenga fátækt já þú bara fær ekki jobbinn og getur ekki fækið starf hjá ríkinu og þú getur ekki sótt starf neinstaðar, sko, nema bara einhver staðar annar staðar að þú fæst 4,9 og er það því að þú ert svo vitlaust eða var það út af því að kennslan var ekki nógu góð eða hvað var það? Eða umhverfis sem varst í hvað er það? Og ég held að við höfum nægan tíma í 20 ár til að láta alla einstaklinga blómstra ég held að það sé engin vandi já, þú veist, því ég sé engin vandi þá ég reynda við það mér veist að kennarar eiga að fá hæstu laun á Íslandi bara kennarar er eitt erfiðasta starf sem getur verið í segja, þau að fá hæstu launin en þau líka verið rekin ef hún er ekki árangri og ég held að þetta sé nefnilega meira en starf að vera kennari þetta er miklu, miklu meira þetta er mikið meira en að miðla að spara starffæðinni þetta er bara miklu meira starf og maður átti þess að þegar maður leka íþróttálu og lendi því til þess að fara í Make-A-Wish Foundation sem hún fóst út úr mattan heim að það voru krakkar eða sem voru kannski 8-9-10 daga eftir að lífi sínu og voru á svona, hvað maður að segja einhverjum svona spítala, svona líknadeildum og Make-A-Wish hringdi í því og baði að koma kannski til Búlgari eða Englands eða hvers sem og ég man eftir einu sinni þá fór ég heimsókn og labbi inn og þá var lítill strákur þar sem var bara búið að skera hann upp alveg bara frá höfði alveg niður og hann átti ykkur 10 daga eftir eitthvað svona og hann er bara í búningi þegar ég kem og ég kem labbi inn í búningum líka og hann bara hoppar með mér og foreldrarnir taka myndir og gráta og er að taka þetta á vídeo og ég hef með honum einhver 4 tíma og hann var alltaf að sýna mig hvað hann er duglegur, hann með heilaskanna sem þetta að vera alveg kyrr, horfir á latabæ og svona og þetta var svo og maður þurfti sko að gráta ekki af því að hann var búin að fá svo mikið af tárum að foreldrarnir báðum hefum og búin að segja mér að þau geturðu ekki grátið geturðu komið og bara þetta er bara dagurinn hans og þetta var eitt erfiðasta sem ég hef á ævinni tekið að mér og ég var með honum alveg heilan dag og alls konar hluti og svo labbaði ég út og hann var síðan jarðaður í skónum 3 árum seinna, átti að lifa þarna einhver 9-10 daga eftir og heldur söðurlæknir og svo fóru öll blóðkotnin upp bara allt, bara hann lifið 3 ári viðbót og eftir þetta og læknirinn sögðu bara, sáu bara mælingarnar sáu bara hvort ég var þessu að þakkað ekki ef ég ekki hugmyndum en allavega var þetta eitthvað make or break í hans lífi og hann var við 1000 ljósmynda í íþróttálfunum alla veggi í herbygginu sínu og horfði á latabæ þegar hann í skannanum og svona og ég man þegar ég kom út og labbaði frá þessum stað og
þá allt í einu áttaði maður sig á því að það var ekki venlega starf sem varst í. Það var ekki eitthvað svona, eitthvað trúður, sko. Það var ekki eitthvað bara búningur, eitthvað hopp og hí. Og ég man þetta einn gagnrýnandi sagði sem leist þá en að geri góð meining stóð. Það var svona fyrirsögn í Morgunblaðinu. Það sem var svona að dæma leist þá. Og þegar ég labbaði í burtu og hugsaði þetta þegar ég labbaði þarna frá þessum spítala, gerir það stóð? Sko, 100% já. Og það var 100% já bæði fyrir mig sem mannesku og fyrir þetta litla barn. Og maður áttaði sig á því að þetta er ekki venjulegt starf. Þú ert mikið meira. Þú flýgur allan heim og hittir börn í þessum aðstæðum, þá ertu, það sést í augunum maður, það sést bara. Þess vegna segja eins og dýri er svona mikilvægur og þetta sé eins og svona góðu maður eins og dýri til dæmis. Þetta er bara ekki einhver leikari sem er að leika eitthvað. Og ég held þannig að kennarastarf sé eins. Kennarastarf getur eyðilagt líf barna. Bara rangum kennari í mörg ár í einhverjum skóla út á landi getur bara rústa tækifærum barns. Þannig að þetta er ekki jobb. Þetta er köllun, þetta er einhver innri drifkraftur sem þarf að vera til staðar. Það er ekki út af því að launin svona leiðilega frábæra lág eða þó að maður finnst að kennari að vera með há laun. Þetta var innri drifkraftur og maður sér það á kennaranum. Hann elskar þetta jobb og það er svo sorglegt við kennarastjættina að það eru fullt af kennarum sem eru svoleiðis en þeir fá jafn mikið borgað og hinn kennari sem nennir ekki neinu. Þannig að, já, ég held að mig gera heilmikið í menntamálum á Íslandi. Mér finnst það hrikalega góð lýsing, sko, á þrenna leiði sem fólk horfur á vinnu sinni, sko, annarkoð sem vinna, bara inn og út, tjekka inn og út, fæðum pening, ferill, ég er alltaf að achieva einhvern status, síðan köllun. Já. Köllun, það er eitthvað við starfið sem kallar í mig og það er ofta sem tengist því að eins og ég segi alltaf að kennari sé okkur langt mikilvægst með leiðtogar, einu og okkur mikilvægst leiðtogar. Algjörlega. Af því að þú veist, þú með 20-30 manns í bekk og hetjur framtíðarinnar og það skiptir öllu máli hvernig þú mætir í vinnuna á hverjum Það er mér skrítið, þegar PISA-könnun var núna, alltaf var að tala um svo PISA-könnun og krakkar stæði sig ekki vel og ekki nógu vel og svona Íslendingar, aldrei talað um kennaraháskólann. Af hverju ekki sagt, er hugsanlegur möguleiki að kennaraháskólinn sé bara ekki nógu góður? Er það hugsanlegur möguleiki? Að þar hafi ekki kannski bara það er bara gamlar aðferðir. Getur verið að þær sé ekki í gangi. Getur verið að það sé bara allt á gamaldags. Getur verið að tæknin sé ekki notuð nóg, að bækurnar séu á gamaldags eða getur verið aðferðin að við kenna ekki einhvern bók sé ekki rétt. Getur vel verið að við séum að gera þetta. Þess vegna hefði ég vilja að fá kennaraháskólann til að segja bara, herru, við höfum gert þetta hingað til bara nokkuð vel, bætum kennaraháskólann. Það hefði verið markmið númer 1. Ekki lestrarátak. Það er mín skoðun. Hver er uppáhald tilraunir þín? Til vitnun? Já, og af hverju? Þarna er ég algjörlega vandræðum. Ég hef aldrei átt neitt uppáhalds. Bara ég ekki neitt, ekki ég var þú veist, ég á enga uppáhaldsljónsveit, uppáhaldstónlist, en þú veist, það fer bara eftir hvað ég er í lífinu, sko. Og ég öfunda svo alltaf fólk sem er með eitthvað svona held með Manchester United, alveg bara, þú veist, bara alveg rosalega, eða bara, mér finnst bara Terminator, the best movie, þú veist, eitthvað svona. Ég hef aldrei átt neitt svona. Og þess vegna held ég á erfitt með svona eitthvað, ég liggur í hendi inn, sko, því meira sem kynnist fólki, því ég vætna þykir með hundi minn, þú veist, liggur í hendi því, en það er raun ekki rétt. En það sem er, sko, ég er eiginlega ekki, það var dálítið áhugavert, sko, ég vann einu sinni í gamla daga þegar ég var 10 ára til 13 og var ég handlangari út á landi fyrir smiði. Og þar var ég einu sinni nánast dáinn, er rauninni, sko, það hrundi platana og blokk niður og við vorum undir 2 strákar og við löpuðum eitthvað svona 3 skref inn í hurðakarminn þegar allt hrundi og við erum akkurat í miðjunni og það stóð í burðarbetumni miðjun og öll platan hrundi og við stóðum bara akkurat í hurðagætinu akkurat það sem þetta var og slöpum
og við vorum að móka steipuna undir í vösuna sem vasar þegar maður steipir og vorum að vorum bara undir fyrir 3 sekúndum áður og þar var svona kall sem öskar alltaf á mig og ég man alltaf ég horfði á hann og öskar alltaf á mig tala minna, vinna meira þannig að það sé ekki það hefði verið svona íslenska kvótið hérna í Galanda tala minna, vinna meira og við erum með alls konar þú veist, var ekki bara sagði Jón Garrett ekki hérna með lúan komin og hérna, þú veist, og sefur og mikið og allt þetta, sko, átt að vinna meira, sko, þú veist, vinnur ekki nóg, sko, ég veit ekki, maður, hérna, ég held að sé ekkert beint, svona, já, ég held að, það sé ekki neitt, sko, ég man eftir, ég myndi ef ég segi eitthvað svona, það var eins og Latabæ, þá segi, sko, fólk spyrir mig alltaf, ertu ekki latur í Latabæ? Ég segi, nei, að þú gerðir lazy town. Og ég sagði, allt starffólki mitt í Latabæ var ekki lata því það care about things. Þú veist, það er svona, you care. Þú ert latur if you don't care. Þá ertu latur. En þið ekki vænt eitthvað? Já, bara með allt. Bara care about everything. Bara láttu þér allt varða, ef við orðum þannig. Þannig ég myndi segja, sko, að láttu þið allt varða. Væri mitt slagur. Láttu allt varða. Já, allt bara. Hver helstu mistökin sem þú lært af og hvernig nýttið þú þann lærdóms í lífi síðan mér? Mestu mistökin. Ég myndi halda að væri það að get ekki sett mig í spor annara. Þá meina ég sko spor annara ekki það að ég get ekki sett mig í spor fullt af fólki þá að meta allt út frá sjálfum mér. Mælistikan 1 meterinn sko, var alltaf miða við bara við mig. Það var alltaf með, af hverju getur þú ekki gert þetta ef ég get þetta? Af hverju getur þú þetta ekki að ég er að fara að gera meira eða mistök? Þú varst komin á ákveðin stað og þú hélst að allir ættu að vera á sama stað og þú og skildir ekki af hverju það var ekki. Ef ég var hlaupari, af hverju voru þið ekki hlauparar líka? Og þau sem bara, ég bara nenni ekki að hlaupa eða ég get ekki hlaupið. Af hverju? Ég er að fara að hlaupa þetta. Það er ekki, það er mistök, sko. Að fatta ekki bara allt í henni, wow. Þessi bara nennir ekki að hlaupa, ok, þá láttu hann gera eitthvað annað og eitthvað svona skilningum bara á öðru fólki. Já, ég held að þetta hafi verið svona að því maður var svo mikið til ferð, held ég, sko. Og ég myndi halda það, en ég myndi já, það er eiginlega ekkert mikið meira en það, sko. Ég held að það hafi verið svona eitthvað svona lærdómur. Ég held líka að ég hef alltaf haft það samt sem hugsun að þú lærir meira af mistökum annara, sko. Og ég held líka til dæmis svo að þú lærir rosalega mikið af einhvern lélugum hlutum. Jamt og góðum. Ég held þú getur lært til dæmis að sem ég segi mig, ekki lesa þessa bók, hún er svo léleg. Þá vil ég endilega lesa hana. Eða þetta er svo léleg bíómynd, þá bara ok, þá endilega horfa hana. Af því að, sko, ég man þetta var bókin sem gamla dag sem var að vera gagnrýna, sem var svona klukkubók og það voru myndir í þessari bók og fullt á svona einhverju dóti og það var sko blaðsinn voru litaðar greinilega sko ykkur starf út í heimi af sikkvorum illustratorunum þannig að það var sikkvoru teiknarana þannig að myndin sem var teiknum var kannski sami teiknarinn en litin var hann, þannig að á blaðsu 1 þegar voru að fara í skólan í þessari bók sko, svo komum þeir heim og fengur sér mat og fór út með hundin og fór ekki að leika og svo fór svo að sofa, það var svona bókin það var svona klukkan 8 vaknar Kristín í skólan, eitthvað svona svo þegar maður farið í skólan þá var hún í sko bláum sokkum og gulan trefil og röndot og húið eitthvað svona, svo á blaðsu 5 þegar komum heim, þá var sko, voru sokkarnir orðið sko bleikir og húan var alltaf núna bara græn og eitthvað svona en áttu að vera sama, sko. Og það fólk bara tók þessum dæmi að vera eitthvað í háskólabíó, það var svona ritgagnrýnendur, tók upp lélega barnabækur. Ég man ekki, ég notaði þessa bóku heilmikið heima á mér. Og þá kom alltaf svona eins og þessi bók, var þessi bók tekinu upp. Og ég hugsaði, ég er að lesa þessa bókur í barnum mitt, sko. Og þá var sagt, sko, af hverju léleg? Jú, lélega unnin, að því að sést bara að blaðsíðu 1, það er bara húan, bleik og dulur og blaðsíðu 5 þegar hún kemur heim úr skólanum, þá er hún bara allt annað litur og allt annað bara, þú veist, er þetta ekki að sama, þetta er bara sloppið vinnubröð og við verðum að gera meiri kröfur til barnabókna, eitthvað svona. Og ég man eftir ég sagði við hópinn hérna, sko, með svona mistökum kom hann bara fullt af tækifærum. Vegna þess að því ég les bókina með barninu mínu og við skoðum blaðsíðu 1, þá segir hvernig er húan? Já, hún er bleik eða röndótt, já, röndótt, geðveikt, röndótt, sokkarnir eru bláir, ok.
svo alltaf sérðinga mun á blaðsíðu 5, hvað þá? Þá lærir hún ekki bara orðið trefill, húa, heldur gulur, græn, röndóttur, blár, ef þetta hefur verið alveg eins og Pottet, það hefur aldrei rætt þetta. Það hefði aldrei átt í samtal þetta. Og af því það var samtal þetta, þá stækkaði bókin með helming. Annars ég bara lesið hana, Pottet, hendinni. Og það er oft gott við mistök. Þetta failure sem gerur oft beautyið. Það er oft svona eitthvað sem gerist í strengurinn, gerist eitthvað þú spila live og það gerist eitthvað smá sem gefur þessu, það verður ekki mekanist. Það er eitthvað í þessu. Og maður getur nýtt sér þessi tækifæri til að horfa á þetta öðruvísi en ekki að horfa á þetta sem mistök. Og það held ég sé sama með mistök ekki, svo allir segja mistök þú veist, þetta 10 klukktímar og góður ykkur og allt þetta, sko, og svo gerir við bara endalaus mistök og svo, þá getur við sagt að ég gerir ykkur mistök, já, 20% að koma með þetta, ég kom með 40, gerir mistök aftur 60%, ég kom með 80, svo bara gastu þetta, já, ég kom með, þá getur litið á mismunandi máta, en overall er dýrt að gera náttúrulega mikið af mistökum, það kostar og tíma og peninga og svona, maður á að reyna að undirbúða, þannig að ég lærði að smíða við mann sem sagði mig ég ætla ekki að tala við þig með að læra að smíða í 2 ár og ég var rosa hissa, þetta er ekki að tala við mig í 2 ár, nei, að því þú átt að vera meðvitaður hvað kemur næst, að því ég er að fara að kenna þér að hugsa fram í tíman, þannig að til dæmis út að saga næsta hljóð er stettu spýtan þá grípi ég hana og ég legg hana frá. Ef hann negla nagla, hann með svona í sundunni sinni með nagla og það er kannski 180 naglar í kassanum og ég er nýbúin að fylla sunduna svo ég er að gera eitthvað annað, hann er að vinna, hann er að slá og nagla, dung, dung, dung 4 högg, dung, dung, dung þú veist einhver högg og ég undirmeðin mín telur upp og svo kem ég að fylla í sunduna áður en verður tóm að því undirmeðinu vissi að það voru 180 naglar og bla bla bla. Heldur þetta hafa hjálpað seinni í lífinu að gera 100%. Og þetta er bara mest í lærdómi sem ég hef fengið var akkurat þessi samtöl og það er akkurat þarna sem er sko þú lærir auðvitað allir læra mistökum og svona allt þetta sem auðvitað bara allir búast við en ég myndi segja það já að því mér fannst sko alltaf að einhvern veginn ég var alltaf að meta út frá mér og þetta er bara alveg ef ég geti gert latabæ aftur þá hefði ég gjör breytt þessu ég hefði notið þess meira ferðalaginu þú veist þetta var bara of mikið álag og ég hefði líka aðeins hugsað þetta öðruvísi bara sjálfur en þarna varstu bara eins og flest uppeldi í dag uppeldi þú eignast barn og þú bara as you go along ert að reyna að fara í gegnum þetta þú ert aldrei undirbúin undir að eignast barn bara ekkert skólakerfinu, það er ekkert svoleiðis í gangi það er skrítið fjármál heimila er nánast ekki neitt eða það var ekki í gamla þetta það er auðvitað kannski breyst aðeins núna en það er ekki nógu mikið rætt svona hvernig þú ætti að sjá annan einstakling Nei, algjörlega svona hvernig þú ætti að vera með samu manneskjunni í mörg ár Já, bara hvernig eins og við eigum bara með það hreinu bara Já, og þetta er bara eitthvað svo þú bara as you go along, sko, ertu bara að vesinast Já Nú gæti verið meira tilbúin undir það. Gæti það. Mér finnst það nefnt ungt fólk miklu betri hérna í dag heldur en fólk á mínum aldri sem var verið á þínum aldri, sko. Ég held að ungt fólk sé mikið betri hérna. Miklu opnar og eiga miklu betri samskipti. Já. Finnst mér. Ég held hreinskilin samskipti líka. Já, ég myndi halda það. Það er svona mín tilfinning allavega. Hvaða nýja trú venja eða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Já. Það er sko það er auðvitað hérna ég held að breyss fyrir mig svona til á tímabili var það í verri veg ekki betri það var öll svona tækni og þá meina að ég held að það takiði sko í milljónum ára eftir búin að lesa andlit
og þú er búin að lesa alls konar hluti bara í líkansbeitingu, þú veist, ég krossleggi hendurnar, nenni ekki að tala við þig, eða ég hallar mér ekki fram, eða whatever það er eitthvað sem sést á mér, og við lesum þetta án þess að átta okkur á því, líka mér bara það fullkomin. Svo allt í einu kemur svo bara emojis, skilur, þú fær bara eitthvað svona bara skilaboð með einhverju og það bara kemur nýtt tungumál, bara allt í einu bara og ég held að þegar það kom bara e-mailar og alls konar bara sendu mér e-mail, mér finnst þetta leiðilegasti hlutur bara í heimi, bara svona e-mail, vil helst bara ekki koma nálægt þeim, og nema eitthvað staðfesting, og þetta kemur frá Bandaríkjunum eiginlega bara mest og svona stórum heimi, stórfyrirtækja, það sem mennur að track gera sig, og maður sá þetta í Latabæ hjá útlendingunum, það gerist eitthvað á setti, Íslendingar, what the fuck í gangi, og bara allir að rífast eitthvað veðsinn, hvað gerir þetta svona, bara fá hérna rafmagnið af og hvað í gangi og vélin virkaði ekki og þetta tók miklu lengri tíma og eitthvað svona. Svo bara búið, 20 e-maila frá útlendingunum. Engir frá Íslendingunum. Og það var svona, Mr. Skimming, there was an accident in the studio, and og það verið að fría sig ábyrgð. Kemur bara alls konar Johnny, íslenski Petur, Jónas, bomb. Svo kemur næsti bara bum. Og þá er þetta svona track. Þannig ef ég myndi súa það eða myndi eitthvað gerast, þá er búið að gera trackar eitthvað. Þannig þetta er oft svona, og núna er þetta að nota meira svona staðfesting. Sendi mig e-mail, veit þú baðst það og ég sendi tilbaka að þú getur keypt 2 vaska. Samþykkt, verð, bum bum. Þetta er handaband. Í gamla dag var þetta bara handaband. Það var bara leyst, bara, þú veist, annarkvort, bara, já, máli döitt. En þannig að þú mér hrúa upplýsingum á okkur, og mér fannst þetta ógeðslega leiðilegt. Hefði viljað sleppa við allt þetta tímabil, sko. Þannig ég reyna að forðast þetta. Facebook forðast aðeins og ég get, bara kem ekki eiginlega, fer ekki inn á það, sko. Fer á SMS, og that's it. Og hringi helst, vil bara fá símtalið, og þannig að ég myndi segja að þetta hafi, þegar að kom núna að þú gast haldið fund í Zoom, særa mannskjuna, allt annað líka, það er frábært, en öll þessi e-mail maður, mér fannst það leiðilegt, En það svona, þú ert nær manneskju úr hringirina, ef þú sér hana, ef þú tekur í handabáðinu, en þú ert miklu betra, mér finnst það bara mikið betra, og mér finnst það eitt sko, já, mér finnst bara, já, mér finnst þetta frábært, sko, þessi tækni er frábært, sko, það er ekki það, en bara mér finnst þetta ógeðslega leiðilegt að eyða tímanum í þetta, sko, mér finnst þetta bara alveg ógeðslega leiðilegt, og þannig þetta breytti svona, já, breytti hegðun fyrir mig að þurfa að gera þetta, því ég myndi helst bara vilja bara taka handaband og við þyrftum ekki þessa samninga og allt þetta dót, það verið best. Já. Einhvern tíma verður kannski komið aftur á það, þá setur þú bara fingur að fara þetta á þetta og þarft ekkert meira, ég veit ekki alveg eitthvað staðlað, ég veit ekki, og já, þetta var bara eitthvað, já, þetta er breytt hegðun. Svo myndi ég halda líka að öll svona umræða sem að velti sér ekki nógu mikið fyrir, það er bara svona eins og hvernig kallmenn haga sig gagnvart konum. Það er önnur umræða. Og það er kannski alveg hægt að ræða það út frá alls konar svona pælingum að í báðar áttir, sko. Að því að pendulnum var svo mikið öðru megin, kalla megin, og konur bara hálfpartinn kúða, skilur, og voru það bara í mörgum tilfellum, og fengu ekki sömu tækifæri á menn, og núna er pendullin kannski komin alveg hinum megin stundum líka, þannig við þurfum að sækja eitthvað jafnvægi auðvitað í þetta. En ég myndi halda að það líka svona breytir aðeins, maður fór aðeins að hugsa alls konar hluti upp á nýtt, og getur ekki sagt þessa hluti og bara þetta, og þessi brandar er kannski ekki fyndin og eitthvað svona. En þetta má ekki fara of langt, þetta má ekki vera algjört rugl, sko. Það er líka, þannig að maður er aðeins þannig að því maður er gamall. Maður er alist upp á allt öðrum tíma. Þú veist það sem, og ég man eftir að ég trúi til dæmis eins og að manneskjan þau eru kannski 3 snertingar til að vera hamingjusamur, og þú ert sko, og það er kona á dvalarheimilinu í Borgarnesi, hún er svona eldri kona, og það vinna fullt á ungum krökkum eða stelpum líka þar,
og gömlu kallarnir, það voru píniti svona, þú veist, að reyna að vera svona eitthvað ungir, eða vera að fara á ball núna og reyna að hafa eitthvað samtöl og eitthvað strákar í spilinu eitthvað svona, og þá fyrir stelpmanum að þetta bara hálf ógislegt, bara djöfnlega eitthvað perrakall ógislegur eitthvað, ræða þetta við mig, og þeir voru kannski að reyna að halda eitthvað svona samtali kannski í sumum tilfellum, og svo stundum eru þeir virkilega svona bara káa, bara klípi í rassinn eitthvað svona á stelpmanum að slá á það eitthvað svona, sem náttúrulega alls ekki acceptable að neinu leyti. En það er eldri kona sem þarna, hún veit það einn maður þarna til dæmis sem svona, þar kannski bara korter að dagarinn búin að missa konuna sína og hann rúmfastur, hún kemur bara til hans og leggur hann bara á brjóstið á sér og gamli liggur bara á brjóstinu á hann í korter og svo bara þarf hann ekkert meira, bara er glaður rest of the day, og hún var eitthvað að reyna að útskýra við stelpunum, stundum þú veist, hann þarf bara þetta er bara fæn. Það skildu þetta ekki, sko. Það er bara, við erum ekki að fara að gera þetta. Við erum ekki að fara að leggja eitthvað gamla kall á brjóstið okkur, sko. Það bara kemur alls ekki til greina. Og þá fattar maður allt í einu viðhorfsbreytinguna á yngri og eldri. Allt í einu fattar maður bara, vá, valjúum hans, eins og þegar maður var að meta alla við sjálfan sig. Þetta á bara ekki við. Maður þarf að fara allt í einu að breyta alveg hugsunhátt. Þú veist, kannski bara, er þetta ekki bara acceptable? Men aðri myndi segja, auðvitað er þetta acceptable, hún bara, þetta er ekki bara gamli, bara aðeins á brjóstuna, hún liggur hérna bara með eirað á brjóstinu og svo fer hann bara að sofa. Þetta er þessi umræða. Og þess vegna, sko, þar maður ofta íhuga bara sem kallmaður, að ég kannski þessi samtöl bara við stráka, bara þegar ég er í vinuhópi ræðum þetta bara eins. Bara er þetta eðlilegt? Ef þetta er svona eins og konur segja að þriðjungu hvenna lendir í þessu, einhverja meira og minna einhverju, þá er eitthvað mikið að okkur strákunum. Það hlýtur bara að vera. Við hljótum að vera bara eitthvað klikkaðir, sko, fattar mig. Þannig að annarkvort verður við að hafa þetta samtal milli okkar. Bara hvað erum við að gera? Eða fá einhverja leiðbeiningu þá, ef að þetta is the truth, sem það í mörgum tilfellum er örugglega, sko. En svo auðvitað geta að vera eitthvað sem eyðileggur alla þessa umræðu með því að segja eitthvað sem er ekki, og auðvitað það alltaf hættulegt. En ég held að það breyti því þá ekkert. Það er ekkert hann að ég verð eitthvað svektur yfir öll þessu konur að tala vegna þess að mann finnst bara að bera allir kallmenn við eigum dætur og bara eignum spötn og við umgangust konur og bara allt þetta. Og ég held að við kallarnir þurfum bara að taka eitthvað svona samtöl líka, auðvitað. Ég myndi halda það. En það þýr ekki að við sem endur alveg sammála. Ég er alveg sammála, til dæmis að kona mig alveg leggja, ef hún vill það, þá má hún leggja hann að kalla á brjóstið. Og ég held að hann elski það bara líka og er bara rosa góður og allir vinna, skilur mig. En það er ekkert víst að allir vilji gera það. Fattar mig, að það hendi öllum. En það er eitthvað svona tolerans sem væri svo gaman að hafa. Svo gaman við væri með meiri tolerans. Meiri bara svona, tækjum þetta ekki svo alvarlega. Allt. En ofbeldi er alvarlegt. Þannig að ef þetta er ofbeldi, já. Og það er áhugavert að sjá leikritið, Latabæja leikritið. Fyrsta, sem var í Lofkastanum í gamla daga. Það er Hallar Hekkjusín. Og það stekkur íþróttálurinn upp úr tunnu og segir við Höllu Hekkjusín, ef þú ræðst á okkur sem vill ekki láta ráðast þessi, þá er það ofbeldi. Ef þú fer í gannislag við eitthvað og spyrum, ef þú komið í slag og hann segir já, þá er það leikur. Þannig ef þú ræðst á okkur í kynlífi, þá er það ofbeldi. En ef þú elskar eitthvað og þeir eru elskar saman, þá er það ástarleikur. Þá er það leikur. Það er himinn og haf á milli. Og það er himinn og haf. Og samkvæmt tölum og samkvæmt sögum kvenna, þá því miður erum við bara kallmenn ekki að skilja þetta. Alveg. Það er eitthvað í gangi. Við þurfum einhvern veginn að hlusta meira eða kafa meira eða halda umræðu þetta. Ég veit ekki alveg hvað við þurfum að gera, en eitthvað þarf að gerast. Kallmenn get ekki, og sumir kallar geta bara reiðir, af því að þeir hugsa bara, vá, það verður að stimpla alla kalla sem ofbeldismenn, verður bara brjálaðir einhvern veginn, þú veist, sem er hluta til skiljanlegt, af því að það liggja allir undir. Og þetta er erfið umræð, þannig ég myndi halda að þetta svona hafi breytt svona perspektíf á svona, þetta er svona svipa eins og ég áttaði með á það, að ég geti sett mig svo
ég sé ekki að mæla allt út frá sjálfum mér og þarna get ég ekki mælt allt út frá sjálfum mér. Nei. Ég hef aldrei lent í neinu svona, finnst mér, skilur mig og ég þekki ekki mjög marga sem að lent í þessu eitthvað svona, þú veist, svo allt í betur þetta að mæla út frá sjálfum þér. Þú veist, þá enginn í COVID veikur í kringum mig, eða skilur við. Maður getur ekki mælt allt út frá sjálfum sér. Nei. En maður þarf aðeins að spá í það eitthvað þarna úti sem ekki rétt. Og við þurfum kannski bara að halda stæri umræðu þetta bara. Algjörlega öðrum, ég held að þurfum að klárlega að ræða bara eins og bara hvað þessi mörk og hvernig lítið það út og hvað í lagi og hvað ekki í lagi. Já. En síðan finnst mér, þú veist, síðan getur við fara ennþá langt, þú veist, hvernig átt að vera á ég að skrifa undir formlegt eyðublað áður en ég fyrir að reyna við, skilur við, eða eitthvað svo liðs. Það akkurat það sem við núna verið að tala um. Já, já, það bara, að mínum að þá... Þetta erfitt. Þetta erfitt, en að mínum að þurfa að skrifa undir eyðublað áður en maður myndi fara að dansa eða eitthvað svo liðs. Mér finnst mjög skrítið, en kannski það bara ég. Ég held að konur almennt, sko. Nú auðvitað alltaf í öllum litum bjartasti tónnin og svartasti tónnin í hverjum lit. Ég tala almenna litin, svona í miðunni einhvern veginn. Að þær ekki að tala um þetta, held ég. Ég held að sé alveg að þú mátt alveg koma að dansa við mig og þú mátt alveg gera, þú veist, fullt af svona hlutum. Og ég held að sé, sko, megin munur, held ég, þegar ykkur nutta þig, kannski bara nutta þig, bara þú fer og kaupi nutt bara, það var heilsu nutt bara og ég fer í nutt. Hvort að viðkomandi nuttar þig sem fagmaður nutt eða eitthvað kynferðislegt nutt. Ég held þú finnir það bara á einni stróku munin á því. Já, fattar það mig? Algjörlega. Ég held að konur sé að tala um það. Sé að tala um munin á því hvort þú dansir við ykkur eða dansir við ykkur. Skilur mig? Ég held að þetta sé eitthvað svona, þetta ein stróka. Þetta ein hreyfing, þetta eitthvað sem bara off og kannski þarf bara að kenna þetta meira. Hvað eru mörkin, skilur, kenna þá... Og þar kemur vandamálið, vegna þess að þau eru mismunandi. Já, eftir aðstæðum og típum og einstaklingum og svona. Það líka, þannig að það svo erfitt fyrir, sko, segjum einhver maður eða hafi kannski dansað við 15 konur í 20 ár, bara alltaf og dansa við aldrei eitt vesinn. Svo kemur bara einhver kona og hann dansaði við hana alltaf eins og hann dansaði alltaf við og hún upplifaði bara sem alltaf öðru hreyfing. Hún upplifaði þetta sem eitt stróka sem heyrðu, þessi stróka yfir markinn. Þú fórst aðeins og niður fyrir bakið, þetta ekki gott. Þá verður þetta smá vesinn. Þess vegna þessi umræða svo erfið. En burt sér frá henni, hvort hún sé erfið eða ekki, þá held ég að þessi samtöl þurfa að eiga sér stað einhvern veginn. Algjörlega. Þau þurfa einhvern veginn að ræða þetta einhvern veginn opinskátt stað verið að sé einhvern veginn bara vera að benda og öskra og kæra og allt þetta, sko. Eða ekki einu sem kæra á göttunni, meina ég. En auðvitað allt hitt að vera bara kært, auðvitað, ég segi, það bara á hreinu, allt ofbeldi að bara vera kært. Algjörlega, sko. En þetta trikki. Umræðan virðist, sko, ég vona að við gerum það meira. Ég vona að við tökum þessu umræði. Gerum meira að því. Já, ég vona líka. En mér finnst ekki verið nógu mikið að því núna. Hún ekki alveg nógu mikil. Og hún ekki nógu mikil á strákum. Nei, nákvæmlega. Hún bara ekki nógu mikil á strákum. Og ég held að strákar... Það okkar ábyrgð. Ég held að strákar viti hvað það segja. Ég held að við séum bara, við erum bara í vandræðum. Við erum bara að hugsa bara hvað á ég að segja. Fyrst og fremst þori ég ekkert að segja. Nei. Það fyrsta lagi. Og svo, hvað á ég að segja? Hvað rétt að segja? Hvað má ég segja? Þú veist, ef ég myndi segja, það þurfa að vera, já, það auðvitað, en það þarf að vera eitthvað mörg. Hvað má ég fara langt? Rétt að segja það? Megum við koma með mælistikuna 1 metrinn? Hvað er þetta mælistikan? Þú veist, hvenær á mikið og lítið? Þú veist, og allt þetta. Þetta erfitt, en ég myndi halda samt að við getum, og mér finnst þetta hafa breytt svona, þetta að breytast, maður sér að Ísland að breytast. Ísland bara að færast í ykkur átt. Ég ekki viss hvort allir vilji vera þarna, Íslendingar. Ég ekki viss. Mér svona meirhlutin sem ég tala við, svona, ekkert endilega spennti fyrir svona samfélagi. Það er svo dæmdur bara á götunni og eitthvað svona, ég held ekki. En við erum alls ekki spennt fyrir því samfélagi heldur, segi ég, þar sem ofbeldi á köllum og konur lenda bara í endalausu vesinni og get ekki kært og eru bara, það líka ógeðslegt. Þannig að það það sem þær eru öskra. Þær eru öskra bara, við erum ekki tilbúin að vera í svona samfélagi. Þannig að maður þarf ofta að spá, sko, bara í það, þetta sameiginlega ábyrgð okkar allara.
og ef ykkur vinum hans svona típa, kannski þarf maður að ræða við þann bara virkilega, kannski ef maður sér svona hegðun, kannski þarf maður að stíga inn í, kannski þarf maður að láta sig care about everything, skilur mig, bara allt. Og ég veit ekki, þetta flókið. Vá, þetta svaka heimspekilegt og alls konar. Og þannig að ég, sko, maður þorir alltaf í þessu umræðu, sko. En ég segi samt, ég vil óska þess einhvern veginn að við strákarnir getur einhvern veginn lært af hverju öðrum eða konur hjálpa okkur að skilja þetta betur. Bara því að ég skilji þið ekki til fullnustu, sko, alveg. Ég held ég reyna að fatta aðeins hvað að vera að tala um. Og konur lenda í þessu, það alveg greinilegt. Já. Ég meina, það greinilegt. Og hrættar að ganga götur og þetta alltaf kallar. Algjörlega. Það ekki einhverjum konur að ráðast á þar. Nei. Ekki mikið. Við erum líka gleymist bara, það bara kallmaður, maður alltaf litið og lífið út frá bara kallmanni. Nei, maður getur enga veginn eins og tölum á það, maður getur ekki sett sér í spór. Mjög erfitt. Mjög erfitt fyrir okkur. Ég meina fyrir okkur að ég hvítu kallmaður að hugsa mig hvernig svartir menn í Bandaríkjum eða svart fólki í Bandaríkjum upplifir lögreglóbeldi. Þú veist, bara ég labba bara götun og ég hvítur og ég bara einhvern veginn aldrei þurft að spá í það, sko. En þau eru kannski alltaf að spá í það. Einhver kona lendir í því og hún hugsa bara ég get ekki labbað heim úr miðbænum að ég alltaf á nálum. Það eitthvað skrítið. Ég hef aldrei labbað heim úr miðbænum á nálum. Þú veist. Þannig að maður getur ekki sett því, sko, og ég segi bara, við þurfum meiri upplýsingar. Já, og ræða þetta. Og ræða þetta, og vantar verkfærakistur, eitthvað túl til að ræða, svo maður geti hjálpað einhvern veginn í samfélaginu til þess að lagast einhvern veginn, af því að þetta ekki, maður verður alltaf sorgmætur þegar maður lesi þetta. Já. Og það, sko, bara sorglegt. Já, þetta bara algengt. Já, en það erfitt, þetta erfitt mál, þetta erfitt topic. Þetta mjög erfitt topic, sko. En ég held að við þurfum bara dugleg að heyra frá fólki sem hefur ákveðna skoðun á þessu og að taka þá þann slag þó að það sé kannski ekki rétt skoðun í því augnablikki eða rétt skoðun samkvæmt öllum. Já, ég held að til þess að það geti gerst, þá þurfum við allir að leggja niður boxhanskana. Já, já. Kæra öll þau mál sem ég fyrir kæruferli, helst það verið frábært ef það verið hægt. Leggja svo boxhanskana niður og leyfa fólki að hafa vitlausa skoðun. En ekki dæma einhvern neginn án dóms og laga. Einhvern neginn, þú veist, það er bara ekki, þú veist, það er bara ekki hægt. Finnst mér. En það væri indalt ef það væri hægt í útópískum heimi að væri hægt. Að þá væri þetta koma með einhver hjálp og laust fyrir að þetta hætti bara einhvern veginn eða minnki bara mörg prósent. Og það er eitthvað að okkur strákum, það er á hreinu. Það er eitthvað að hjá okkur, sko. Það er eitthvað hjá okkur. Ég veit bara ekki hvað það er. Nákvæmlega. Hvort það sé testósteron, hvort það sé ég veit ekki hvað það er. Það er örugglega eitthvað. Víst að ef að þetta er upplifun. Klálega. En ég held líka, ég er alveg sammála, það sýnir sem bara tölunum bara, ég veit ekki, ég veist hverju tölur, 99% kynferðisofbeldi var bara karlmenn, veist, bara eitthvað svona, en ég held ákvörðat að, sko, að karlmenn upplifi smá, að, hef ég trú á, að, eins og þú sagðir að einhverju karlar gerir þetta, þá eru allir karlar svona. Já. Og ég held að þá fari karlar til mér líka bara í vörn. Bara í vörn, eðlilegt. Já. Já. Það er bara eðlilegt. Þá fara fullt að kvöld með vörn. Og það sem ég held að sé að gerast með umræðina núna, þá myndast fylkingar. Já. Það er engin lausn í því. Nei. Þú vilt það ekki. Nei. En svo þarf maður kannski að hugsa, ef að þú væri svartur og væri í Bandaríkjum og væri búið að beita því óðbeldi, skilur í gegnum árin, þá ertu brjálaður og skrifar einhverja grein eða gerir eitthvað, þú ert brjáluð. Þannig að kannski þurfum við kallarnir að hugsa, við ætlum ekki upp á afturlappirnar, við ætlum bara að hlusta á þetta. Já, ekki fara í vörn. Ekki fara í vörn. Ekki láta tilfinningar taka yfir. Nei, við bara hlustum að sá þær, bara hvað er það að segja. Já, vera opinn fyrir því. Ekki hvernig að segja það, ekki heldur vera opinn fyrir því, bara hvernig í ósköpunum, hvað er það að segja okkur. Lesa það sem er að segja okkur, einhvern veginn, milli línanna og allt þetta. En ég nefni það samt, að ég er ósamlega aðferðafræðinni að menn skuli vera bara tekinn á lífi og dæmdir, þar að segja, menn og konur,
séu dæmdir á miðlum sko bara, staðan fyrir að fara bara eitthvað svona réttakerfi sko, og ég vil breyta réttakerfin líka hans meira, ég vil ekki það, en þetta svona eitthvað svona, ég myndi vilja að það væri æðislegt, þetta væri hægt að ná þessari umræðu einhvern veginn þar sem menn fari ekki upp á afturlaftunar, heldur bara komist rólega niður og ræði þetta einhvern veginn og eitthvað svona meiri og ég myndi alveg segja það, okkur vantar meiri kennslu í þessu. Já. Okkur vantar meira að lesa þetta rétt. Já. Af því að það eitthvað sem við erum ekki að lesa rétt, held ég, sko. Myndi halda það? 100%. Og já. Þetta kannski held ég myndi ég hugsa að myndi hafa breytt manni. Já. Ég meina, ég held að hljóti, ef þetta breytir mann ekki, maður þurfa aðeins að hugsa máli sitt og reyna aðeins að skilja, þú veist, ég held að þetta hljóta, ef þetta hefur ekki áhrif á mann, þá hefur hún heldur lítið áhrif á mann. Já. En sama á allt ofbeldi, ég meina, 600 börn á Íslandi undir tálmun. Þú veist, foreldrar skilja, það allt í lagi með sambandið, þau skilja og annar makinn tekur börnin og hinn hefur ekki aðgangaði. Það sorglegt. Það jafnógislegt. Það bara ofbeldi og ég held að það eftir nokkur ár verður það ofbeldi. Þú veist bara, eins og þessi gamla dag þá kannski fara á ball og þú barðir einhvern og þá varstu bara einhver kall í krapinu. Svo allt í einu þótti það, allt í einu bara núna myndi einhver segja bara og lemur einhvern, þá er þetta bara einhvern ógeð. Þú ert bara ofbeldismadur, skilur við. Þú ert ekki einhver töffari. Og ef að síðan var einhver að segja, helvið, þetta einhver hommi. Í dag er einhver öskar átt einhverjum homma, það bara ekki lægi með þig. Ef við erum komnið það langt, finnst mér allavega núna á Íslandi í þessu að þó að sé ekki allir búin að ná því, þá held ég að generált sé búin að ná því að þetta er bara einhver rugl og ógeð, þetta er bara ofbeldi, skilur mig. Og ég held að það ef að foreldrar skilja og þú fari ekki að sjá börnin eftir 30 ára verið litið á það sem ofbeldi. Og þá sjáu bara, auðvitað bara að setja viðkomandi í fangelsi, skilur mig, sem gerir það. Af því að dýrmætast eignin væri börn, sko. Það ætti að vera þannig. En því miður er það ennþá 600 börn á ári sem lendi í þessu Íslandi. Já. Og eru örugglega, þú veist, í kerfinu ykkur 3000 og eitthvað fleiri þúsund börn í þessu, sko. Og þannig að þetta er örugglega, þú veist, þannig að allt svona ofbeldi maður vonar að það geti horfið, sko. Algjörlega, og ég held nákvæmlega sem segir eftir einhver ár, það er svo margt sem við ofta líta eftir bara var þetta svona. Já, ég myndi halda svo, sama og krakkar þetta að horfa á tækninu og hugsa, hélst á símanninum. Já, nákvæmlega. Héldu þið á símanum? Aha. Algjörlega. Ímyndaði þér að það var ekki hægt að dæma þig og geta sér frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl öðrum. Hver væri svo óvinsæl skoðun? Já, óvinsæl skoðun. Ég, já, ef ég væri með ég myndi halda að það gæti verið með það, þegar ég talaði um áðan innri og ytri ró, ég held að það væri svona ekta dæmi um það. Það sem að væri svona óvinsælt kannski, akkur þetta ekki að líta inn á þig og inn á við og allt þetta. En þegar ég sagði að þú ætti bara að líta út á þig og vera bara með ytri ró. Það gæti verið svona eitthvað svona typikal. En ef ég ætti að tala um eitthvað svona, þá væri það eitthvað svona karlrembu skoðun, myndi ég halda. Ég held að væri meira svona eitthvað karlrembu skoðun, sem að væri óvart með að einhverju leyti. Og já, áns að gera sér kannski grein fyrir ef hún sé karlrembu skoðun einhvern veginn. Þetta halda það, væri eitthvað svona, ég er reyndar með sko, ég er nefnilega sko, ég trú ekki á svona eins og græna skatta og alls konar, ég trú ekki á allt þetta heldur sko, þú veist að, mér finnst það svona alltaf, mér finnst það sorglegt sko að, mér finnst einhvern veginn svona eins og skattakerfið og allt þetta svona, ég er ekki alveg sammála hvernig þetta er gert og þú veist stjórnmálaflokka hvernig haga sér og ljúga fólki og hvernig gera þetta svona, hagsmunasamtök svona eru á fullu í gangi og svona, ég er smá svona pólitískur, ég er svona mikinn áhuga á pólitík, hef svakalega mikinn áhuga á því og ég get ekki kosið neitt flokk einhvern veginn, ég er í algjöru vesinni, veit ekkert hvað ég á að vera sko, að því mér finnst þetta einhvern veginn svo óhreint, þetta er svo sjaldan pjór
og það einmitt það sem ég að segja, þú ert barn og þú lítur upp að hljóta fyrir aðeinslega stjórnmálumenn og stjórnmálafólk sem það örugglega, sko, en overall þetta hagsmunaöfl einhvers konar og maður sér þetta bara alls þar, sko, og þá hugsa maður, hvernig getur þetta verið svona ógeðslegt, sko. Þannig að mér langaði að allir stjórnmálumenn væru með þá skoðun og ætti bara að fara í tattústofu Reykjavíkur, bara leiða eða til Jón Páls tattú eða bara eitthvað, sko, fara bara strax láta tattúara sig á ennið, leiða að vera stjórnmálumann, stendur bara everybody wins, allir vinni og þú mátt ekki koma neina skoðun nema allir vinni og þá bara spurt, þú veist, eins og Latibær eykur neyslu á eplum og grænmeti að þá bóndinn ánægður, foreldrarnir eru ánægðir því barnið borðar holla mat, krakkin er ánægður að því hann að gera, þú veist, hreyfið sér meira og getur stokkja hær og getur arbið á annar hendi og eitthvað svona og hagkaup er ánægð eða einhver verslun er ánægð og Latibær er ánægður að því við gerðum þetta og heilbrigðisráðherra er ánægður að því að kosta minni í heilbrigðiskerfinu. Allir vinna. Frábær hugmynd. Bara virkar. Og mér finnst allir stjórnmálamenn ætti að koma með það. Þannig að þú gerir það ekki, þá ekki leyfilegt að setja þessa regla á ef allir vinna ekki. Það er sem ég skil ekki, sko. Og ég horfði bara á stjórnmálaflokkinn, þeir eru hættir að fela þetta með þess að, sko. Þeir segja bara fyrir kosningar og þetta til á teipi, við förum ekki Evrópusambandið, daginn eftir erum við mjög umsókn. Við ætlum að vera græni flokkurinn og þá flytja þeim kól á bakka. Bara meira kól þetta nokkuð tíman og bara eitthvað bara. Eða bara eitthvað, sjálfstæðisflokkurinn gerir eitthvað annað og ákveður að vera bara í algjörða hagsmunagæslu með samtök atvinnulífsins. Þeir eru bara beintengt sjálfstæðisflokknum. Og maður hugsa bara, Og þetta er augljóst. Og þá fattar maður að mólarnir detta allstaðar út í samfélaginu og við erum bara svo fá og það alveg fullt af fólki að tína upp móla. Og restin kannski 30-40% af þjóðinni sem ekki að tína upp þessu móla og það bara ringlað. Hvað ég að setja atkvæðið mitt? Samt þessu flokka bara með 10% til 20%, þú veist, 90% kaus ekki forsætisráðherrann. Kaus hann ekki, sko. 90% kaus hann ekki. Samt hún forsætisráðherra. Maðurinn sem yfir Alþingi, forseti Alþingis á sínum tíma, búin mörg ár, hann vildi ekki litasjónvarp. Hann barðist fyrir því að við fengjum ekki litasjónvarp. Hann verður samt forseti Alþingis. Þannig að, sko, ég veit ekki. Þannig að ég myndi segja að það væri líklega það væri kannski óvinnsæl skoðun að hafa að ef allir ætti að vinna. Sem ég finnst ætti að vera tatt á þetta fólk. En svo kannski kemst inn og áttar á því að það menn í ráðuneytunum og fólki í ráðuneytunum og þú kemst ekki með neina hugmynd. Þú deyr bara með hennan inni. Fólk býður bara var í 4 ár og svo ertu úti. Og þú veist, þannig að þú deyr kannski bara inni með hugmyndið hennar. Drifkrafturinn deyr. Og þá segir ég sama, kannski átt að verða stjórnmálamaður með það mikið drifkraft að þú getur þraukað í 30 ár, 40 ár. Að það tekur 16 ára að byggja upp hugmynd. Þannig að þú sért með framtíða sín sem komandi í kynslóðu, komandi með að njóta. Svo skógrækt. Fólk í skógrækt með miklu framtíða sín. Þannig að, sko, það mín skoðun. Óvinnsæla skoðun. Óvinnsæla skoðun. Ef við getum verið á tvörfspötu og listið eitt vandamál í heiminum í dag, hvað væri það? Ofbeldi. Ofbeldi? Já. Ég myndi segja það væri ofbeldi, hreint og beint. Að það væri ekki bara allt ofbeldi, sko. Alveg frá því að vera svo við töluðum áðan. Að við getum bara einhvern veginn minkað það. Að því að maður sér bara all harminn sem búið að gerast út í heimi. Þú veist, bara við stríð og það er allt ykkur í kallar yfirleitt, sko, oftast en ekki, sko, hljóta að segja, en það er bara staðrindin. En ég held að sé bara einhvern veginn að við getum, ef það væri töfrasprotið, það væri hægt. En ég veit að það er útópía, auðvitað, en þú sagði töfrasprota. Þannig að ég hugsa að það væri ofbeldi, sko. Að ég ég held bara einhvern veginn ofbeldi á ekki eiga sér stað og það er á mörgum sviðum. Ofbeldi getur alveg verið þannig að þú veit, þau eru gift
og þú viðkomandi fær ekki kynlíf hjá hinnum, það getur verið ofbeldi. Það getur verið alveg ofbeldi. Ég meina, ég oft spurt með að af hverju eru hórhús út allt. Bara út allt. Endalaust er það því að, og þetta er ekki hórhús fyrir konur, þetta er hórhús fyrir kalla. Er hugsanlega möguleiki að kalla fá ekki nóg mikið kynlíf? Er það möguleiki? Af hverju er þessi eftirspurn? Eða eru kalla bara alltaf graðir? Bara endalaust? Og eru þá komið með lausnina því af hverju haga þessi eins og fáðutar? Ef við þá að gelda þá? Eða þú veist hvað við að gera við það? Að sprauta á niður eða hvað við að gera? Að breyta mataræðin eða? Hvað er málið? Þannig að ég segi sko, af hverju haga þessi svona? Af hverju eru þeir svona aggressiv? Og þannig að ofbeldi já, af því að ofbeldi getur verið á svo marga vegu. Ofbeldi getur alveg verið, mér finnst ofbeldi til dæmis persónulega. Sumir finnst ofbeldi ef að það verið að spila lag í botni og það er partí. Og bara allt bara í botni. Og þú ert bara að labba út í þreyttur og verið vinnunni í fyrramálið og getur ekki lækkað tónlistina. Þetta kallast sumir ofbeldi. Þú veist, bara þetta rauninni háaði verður á ofbeldinu, sko. Þú getur ekki sofið. Ég hef aldrei lent í neinu svona ævina. Einhver lagði í bílnum sínum eða háaði. Aldrei. Ég hef aldrei litið á þetta sem neitt vesinn, sko. Ég hef bara að sofa. Og bara hef alltaf getað sofnað. Og þá er ég aftur að segja, nú er ég að meta út frá sjálfum mér, svo bara fullt af fólk sem bara getur ekki sofið. Þannig að sko, þetta er vandlifað. Hvernig maður á að gera þetta. En ég held að þetta sé svona attitude, reyna að búa til eitthvað svona viðhorf. Minnka allt svona vesinn. Leggja boltana niður til þess að koma í veg fyrir ofbeldi eða stimpingar, nágranna ofbeldi. Þessi menn eru öskra á hvern annan yfir einhverju spýtum eða kerru eða landareigni eða hliði eða bara einhverju. Ef það er hægt að koma í veg fyrir þetta, þá verður það æðislegt. Ef það verður hægt. En það þarf tvo til. Þú semur ekki við eitthvað sem vill ekki semja. Það er bara ekki hægt. Eða viðkomandi vill ekki semja. Þó þú segir, við verðum að skrifa undir. Semur ekki. Og þá er ég, ef maður ofta að vona þetta, sko, ef töfrasprotin væri til, það væri bara, herðu, bam bam, herðu. Íslendingar, við erum bara ekki svona leiðileg. Hættum að vera svona leiðileg. Við erum bara skemmtilegri. Við erum ekki, þú veist, ef þú ert að byggja í miðbænum, leiðindin eru svakaleg, sko. Og það er allir bara eitthvað svona með svona lítið tolerans eitthvað svona fyrir hlutum. Það fyrir bara sikta þetta. Það fer bara í gegn og þetta er bara síða, þetta er bara gaman. Maður getur hugsað, erðu, það er nú kannski bara ykkur að halda ammali hérna núna og hann er 17 ára og með, þú veist, ef þetta væri dag eftir dag eftir dag, þá verður þetta að koma aðeins og ræða við hann. Er eitthvað mögulega að lækka þetta aðeins meira og ef að lækka þetta aðeins og minnka þetta á litið, þú veist, og svona, með tímanum. Ég man eftir að ég býði í Skerjafirði og það er eitthvað svona skerri og spjall, eitthvað sem menn fara inn á, sem ég aldrei fara inn á. En það var lesið fyrir mig daginn. Og mér fannst það svo grátlega áhugavert vegna þess að sko, það var einhver sem átti skotu við flugveldum einhvern tímann, við morgunum kl. 7 og það var bara strax inn, búm, vaknaði í morgun við geðveikan háaða, allt brjála í hverfinu, sprengjur og lætið bara eins og Líbanon, Beirút eitthvað, svo bara kom hérna búin að fara út, búin að fara, þetta er í húsi númer Bauganes eitthvað X, þú veist, búm, þar sá ég flugelda. Svo kom bara já, ég sé að flugeldendur fyrir utan, það hlýtur að vera þetta hús og bara allt brjálað. Svo kemur ykkur, þetta er mitt hús, sko ég átti 60 ammali og vininni kom mér óvart. Kom þetta fyrir utan kl. 7 morgun og skutu upp hérna rakettum og vöktu mig. Það er bara allt á afturlöpunum. Yfir því að hann hafi rakettur allt inn kl. 7 ykkur smástund. Stann fyrir að hugsa, bara so what? Að einhver hafi sprengt hana rakettur og það var hana örugglega á einhver ammali eða kannski einhver koma óvart góðan dag og so what? Og hérna þannig að ég reyna að segja ég, sko, töfrasproti væri bara eitthvað slökum á þessu öllu. Og þetta er ekki persónulegt, þú veist, partið er ekki persónulegt. Það er ekki persónulegt partið. Og hérna ég var að meina henni hámurinn daginn sem Sigardók, hún sagði, það getur ekki móðgað en þú sjálfur, sko. Já, það er rauninni. Já, þú sjálf, já, ég veit það. En þetta er bílinn þannig. Þannig ég vona að við gætum slakað að við erum, sko, erum svo leiðileg. Við erum bara
hringja stundum inn í útvarpsstöðvar, við erum að tala mál sem eru bara svo sem er svo lítið mál að líta framhjá og líta bara á það bara, já, heyrðu, ég var svona þegar ég var 17 ég var þarna þegar ég var 15 ég gerði þetta en svona, þú veist, bara einhvern veginn, já, það er nú á þessu skeiði ég meina þú veist ég veit ekki, þetta er áhört. Síðasta spurning ef þú mættir einungis koma einu skilaboði á framfæri út lífið til annar einslinga, hver væri svo skilaboð? Ég myndi halda að veri sko best söngi ekki Helgi Björns eitthvað, vertu þú sjálfur dans, ég myndi segja vertu þú sjálfur, en einhvern veginn vertu bara þú sjálfur og þá er bara þegar ég segi það, þá er maður að hugsa á sama tíma ég segi það byrju, ok, ef þú ert bara rosalega aggressífu gæi, máttu bara vera aggressífur eða máttu klípa stelpur í rassinn af því að þú ert bara þú sjálfur smá vesinn, skilur mig, því þá fellur þetta sjálft sig sko, að því maður er alltaf að hugsa vertu bara þú sjálfur ert þá næs, hugsa maður alltaf, maður hugsa ekki ok, það er ekki bara ógustlega slæmur þá getur maður alltaf sagt, vertu þú sjálfur en vertu góður, skilur þá bara það er vesinn en það sé ávið það mér finnst rosa gaman að hitta fólk sem maður veit hvar hefur maður veit hvar maður hefur það þá meina ég að svo veist, hann er ekki að breytum karakter þú veist að því þó að þess vegna eins og ég var að segja í byrjun þá var ég að segja sko ég haf haft margar vinnur og mismundi staði og margir hittað og mismundi tíma í lífinu og svona og þú spurðir mest í miskilningur þá segi ég sko og kannski þekkja það mikið að þið fáir kannski þekkja bara ok, hver er þá korið bara já, þetta er gæinn nú skil ég þetta mann, hann var ekki leikumisgæinn já, hann heldur ekki bara íþróttálfurinn hann var ekki þessi, hann var ekki leikarinn og hann var ekki þetta og hann var ekki hann er svona, já og þess vegna held ég að maður eigi ekki að það er svo gaman að því maður er svo sorglegt að vita það að lögfræðingar að hæstaréttardómari með ekki af skoðun eða blaðamenn með ekki af skoðun af því þeir eru að vera hlutlausir og ég trúi að enginn geti verið hlutlaus það getur ekki mætti vinnun að verið hlutlaus ég þetta bara get ekki verið þá þarf þetta að klippa eitthvað sjálfur og fara í eitthvað leikarabúning þú bara hugsaður að verið því jobbi að þú verið alltaf í vinnun og þú ert alltaf hlutlaus ég vil skrifa bara fréttir og ég er alltaf hlutlaus nú er verið að ráðast á konur og kallar og ég er bara alltaf að vera hlutlaus þá vil ég mikið frekar vita bara hvar skoðurinn er hjá viðkomandi og ég get rýnt í greinina já, þetta maður ekki skefinskrifa hana að hann er svona, já ég veit þá get ég deilt í því með 2 eða 5 eða 18 eða hann er svona eða hinsinn þannig ég held að það er svo æðislegt að maður hittir fólk sem er bara það sjálft það er eitthvað svona þyngd í þeim þægileg þyngd og ég held að end of the day ef þú selur hugmyndir eða gerir eitthvað end of the day þá flettist frá who you are meir og minna það er ekki að þú hefur verið pottþéttur eða perfect eða neitt svona þú getur gert öll mistök í heiminum allir mannlegir en það er bara að þú setja að reyna vera þú sjálfur, setja ekki að leika það neitt það væri æðislegt svona skilabóð myndi mér finnast fyrir lífið og ég veit ekkert alveg hvort að ímynd, þegar fólk fær sér eitthvað ímynd, hvort að það er ímynd sem þeir vilja hafa á sér. Ég veit það bara ekki. Ég veit ekki hvort að allir séu hrifnir af eitthvað ímynd sem þeir fengu og eru bara nákvæmlega svoleiðis. En það væri gott að maður væri bara alveg svona trúr sjálfum sér. Það sem er gaman að ég sé fótboltamenn sem nenni ekki viðtölin. Maður sér alveg að þeir eru pirraðar í viðtalinu og þeir eru brjálar, þeir eru ekki svona politically correct. Þeir kom ekki viðtali bara, já við gerum okkar besta bara og reyndum að gera alltaf best, en þeir síður að þeim sko. Og það finnst mér alltaf skemmtilega, þú veist, þá myndi öskraði viðtalinu, þá var ég bara ekkert hengslaður yfir því sko, í rauninni ekki, þú veist, ég myndi að skilja, hann er bara í brjálu yfir þessu leik, eitthvað svona sko. Vertu þú sjálfur, myndi ég alltaf, ef það er hægt,
eftir fremsta megni. Og ég hef hitt fullt af svona típum. Rosalega svona originalar einhvern veginn. Og eru bara svo djúpir og bara sannir sjálfum sér, sko. Og það fer oft illa með fólk sem verður í mídía eða milli tannana fólki eða verða frægir eða á Íslandi í svo litlu samfélag að það er svona að það fer inn í einhverju ímynd. Það fer að leika það sem fólk einhvern veginn, þú veist, það er einhvern veginn sko gaman að hitta þá sem geta sleppt því. Einhvern veginn, það er gaman ef þeir komast út í því. Svo er fólk alltaf að tóða aftur inn í sömu ímyndina, sko. Og Ingo Veðuguðu talaði eins þetta. Þannig er bara Ingo Veðuguðu eitthvað, þú veist, allir bara, og í læginu sem er þetta áhugavert, sko. Gigg í kvöld, sorglegt lag, svaka sorglegt, samt svo flott og svo skemmtilegt, samt partílag. Og maður getur, sko, en það er sem ekki dýft í. Og mér er Bubbi ná þessu stundu líka skemmtilega og KK og fullt af bara hljómsveitum, Mannakott, fullt af hljómsveitum sem ná þessu skemmtilega. Og eins með Bubba, hann er sko, ég held að Bubbi sé, þó hann menn segja, já, Bubbi er eitthvað tækifæri sinni, hann er að gera þetta og þetta. Ég held að Bubbi sé alltaf hann sjálfur. Alveg saman hvort sem hann gera alls konar hluti. Að hann getur haft skoðun og það getur verið vitlausar, rangar, stundur réttar og vitlausar whatever. Ég held að Bubbi sé bara alltaf svona, einhvern veginn. Og er bara svona þjóðareign, sko. Og það er og þannig, já, ég held að ef það væri hægt að vera svo getur maður lent í því samt að sumi karakter, ég vil ekki nefna nöfn, en það eru til karakter á Íslandi personur sem leika þetta hlutverk ofsalega vel og við trúum að þetta sé hann eða hún. Bara þetta er hann. Þetta er hann, svona er hann sjálfur. En í realityun er það ekki. Og kannski heiti það þá leiklist, ég veit það ekki. En það er allan að þú veist. En ef þú getur gert það, því ég held þú sleppir svo mikið með að og svo er spurningin með sannleikan. Áttu alltaf að segja sannleikan? Er það bara alltaf? Er sannleikunum sagna bestur alltaf? Það er líka spurning. Er bara á bara alltaf að segja sannleikan? Meira what? Og þetta er bara ef þú ert með lítið barn, átt að segja alltaf sannleikan? Ef þú kennir barninu og hún fattar að þú ert ekki að segja sannleikan, hættir barninu þá að trúa þér? Tökum sem dæmi, þú ert í fótbolta og ég segi við þig, þú ert svo góður, já, flott hjá þér, duglegur, þú ert flott hjá þér, svo góður í fótbolta. Og þú trúir mér bara alltaf og við förum bara alltaf í gegnum það. Svo 8 ára, kannski 5 ára, ferðin á völlin eða 6 ára, þú ert bara lélegastur. Og strákurinn í klefanum bara, þú ert bara ekki gefa þennan, alls ekki gefa Magga, hann er bara langlélegastur. Er ég þá komið þá stöðu bara að ég trú ekki neinu sem þú segir við barni lengur. Ef þú segir, flott teiknaði þér, flott að teiknaði þetta er hræðilegt, sko. Það lítur ekki út eins og neitt. Bara illa gert. Þú veist, má á að segja sannleikan. Bara þetta er hræðilega illa gert, svo krakkið hérna. Komdu hérna tilbaka, þetta er ekki kall. Er þetta kall? Hvað er þetta? Fiðrildi? Þetta er ekki fiðrildi. Það er ekki vangir. Eða þú veist, átt að vera svoleiðis, brutal, honest. Hvenær segirðu sannleikan? Segirðu sannleikan við 17 ára barn? 15? Segirðu við áttu alltaf að segja sannleikan í öllum? Áttu alltaf að segja mína skoðun bara nákvæmlega? Gæti ég sagt bara allan sannleikan bara? Þú veist, bara já, og svo erum við með skoðuna bara búmb. Þetta er nefnilega það sem ég oft verið að velta fyrir mig núna. Fúngerar samfélagið af því það er ekki allur sannleikurinn sagður? Eða fúngerar hann ekki af því allur sannleikurinn ekki sagður? Hvort er það? Ég held að maður hugsar, hvernig vill maður að hvort er skárra fyrir heiminn og segja sannleikan eða lígur? Ég veit ekki, ég er að velta þessu fyrir mig. Já. Mín skoðun er svo að við hljótum að vilja að heimurinn sér byður upp á sannleika. Helst. Ég myndi halda það. Og þá
byggist sá sannleikur að þú segir sannleikan og ef það sannleikurinn þinn á því augnabliki það það alltaf sannleikurinn í því augnabliki. En þá sannleikurinn orðin núna orðinu upplifun. Það sannleikur. Allir stjórnmálamenn hættir að segja satt en þeir segja upplifun í staðinn. Eða einhverjum. Mín upplifun. Að þú getur ekki vefengt þína upplifun. Þannig ég get bara sagt mín upplifun að þessu viðtali var svona. Þú veist, mér fannst þú bara eitthvað koma illa fram við mig og spurningin var ekki nógu góðar og mér fannst það var mín upplifun. Þú bara, Við getum farið í sama heitapottin, ég og þú, það er 40 gráðu heitt, það er bara mæling, heitastig. Ég get komið upp og sagt, þú er alltaf kalt, það er ískalt, og þú varst í sama pottinum og þetta sjóndi heitt. Sikkur upplifun, sami viðburður, sama heitastig, allt eins. Sama veður. En við komum upp, hvor er sannleikurinn réttur? Og ef ég er ég að segja sannleikan, að vatni var ískalt, og þú segir, þú veist, það var bara góðum, þá séu 40 gráður, þá fyrir við að rífast hvort það sé kalt eða heitt. Og þá fyrir svona túlkun á stað. Og ég held að það væri best ef að fólk gæti losna við að vera sem sannastir án þess að særa einhvern annan. Það væri æðislegt. Þú veist, ef maður gæti vera að fara út í lífið, reyna að vera eins og minnsta bakpók á bakinu af einhverjum óhrindum, það væri örugglega þægilegt, og geta sagt og verið maður sjálfur, bara staði á því að þetta er who I am, án þess að reyna að særa mikið aðra. Þú veist, það væri indælt ef það væri hægt. Þannig að ef þú verð sannleika fyrir ykkur öðrum, að þú vilt ekki særa viðkomandi, er það í lagi. Þú veist, maður er að velta þarna fyrir þetta er líka sama með, þú veist, þetta er svo mismunandi, þarna þarf maður að geta lesið í aðstæður. En ég myndi halda að það væri þægilegt fyrir lífið, fyrir einstaklingin, að vera góður í samskiptum, að kunna borðtennis, sem er spila kúlun yfir, en ekki vera að smassa endalaust, eða þess það lélur og þú getur aldrei tekið á móti í boltanum. Þá er hinn sem er að spila á móti hann alveg að trillast. Að þú ert alltaf að leita kúlunni. Að það við næði svona að kunna samskipti, það verið geðveikt. Og ég held að sé ekkert alltaf nauðsynlegt að segja við viðkomandi tjöfull ertu lélugur að spila eða opbáslega ljótaður hárið þó að þér finnist það. Þá held ég bara að þín skoðun skipti ekki öllu máli. Alltaf. Hún bara, þó að þér finnist hárið á honum ljótt og þú ert að spila borðtennis, þá þarft ekki að endilega að segja það. Þó að þú haldir að það sé your truth. Og maður átti að segja oft á því með tímanum að maður var kannski með eitthvað svona skoðun og eitthvað. Svolítið átti að maður sá því bara að skoðanir manns þurfa þær alltaf að heyrast. Þú veist þar, þurfa þær að heyrast. Alltaf. Maður bara og þess vegna ég til svona viðtöl og átti að reyna að ná í mig alltaf og ég var svona á ég að fara í svona viðtal. Af því að bara skipta skoðanir mínir einhvern máli. Ég fattar ekki hvað við. Þú veist, þetta eitthvað sem hefur erindi til ykkur almennings? Fattar mig? Þetta eitthvað sem fyrir þeim sem að þið hafa ekki gott að hlusta á þetta, skilur mig? Eða why og af hverju? Þú veist, þetta ekki bara uppeldi? Ekki bara að tróða hugmyndunum mínum á eitthvað fólk? Skilur mig? Þess vegna ég að hugsa á allt þetta. Þannig að ef maður geti bakkað í lífinu og verið með þennan, þú veist, sagt Íslendingi eitthvað, þú veist, sagt við eitthvað fólk, ungt fólk, þá myndi ég reyna að segja svona, kunnið í borðtennis, samskipti, reyna að læra þau eins vel og þið getið, reyna að særa ekki fólk með skoðunum ykkar eða ummælum. Ertu opinn fyrir því að lesa hinn aðilann, að hugsaðlega er eitthvað að eða líður illa eða eitthvað svona, eða þarf að létta á sér eitthvað svona, vertu opinn, fagnaðu með, gefðu það orkuðinni, hugsaðu ytri ró, farðu svona aðeins yfir þetta, að ytri ró, að þú sé bara í ytri ró, það er allt gott hérna út í heimim hjá þér, það er ekki ströggul og vesinn og fullt af óuppgerðum hlutum. Það væri þægilegast ef við getið lifa svo bara og ég held að sko ef maður deyr og maður myndi hitta sem myndi við vita að ég myndi deyja klukkan 10 á 10. nóvember klukkan 10 kvöld ég myndi bara vita að ég myndi deyja þá og 5 mínútur áður í dey ímyndaði mér, ég myndi hitta Magga Skeving og ég myndi koma til hans og spyrja Maggi Skeving, lífið þitt var æðislegt út af hverju Maggi Skeving myndi segja mér hvað það væri
þá myndi maður í dag reyna einhvern veginn að hugsa þeim svona, já, ok, þetta eitthvað sem skiptir value fyrir mig. Og maður að velta því fyrir sér. Hvar eru þessi value? Gefum sér dæmi að þú segjum að fjölskyldan skiptir mestu máli, segjum bara að ég var bara fjölskyldan minn skiptir mestu máli. Af því að ég vildi vera með vinum mínum og ég vildi skapa eitthvað, segjum að þetta bara, þess var lífið mitt æðislegt. Svo bara deyrðu. Og þessi bara, wow, þetta var aldrei, heldur þetta í jarðaförunni, sko. Ef þú getur sér bakka svo þið baka sjálfur og ert að taka ákvörðun lífinu og þú ert kannski 17, 20, 30 og þú ert kannski 40 ára. Þú ert með, svo kemur ykkur, við erum að fara út að vinna eitthvað verkefni, að þá myndir hugsa, wow, þá er ég ekki með fjölskyldunni. Ég er ekki að hitta vini mína, en ég er að skapa eitthvað. Ég ætla að segja nei við þessu verkefni. Ég ætla að vera að láta það fara. Ég ætla ekki að taka það. Þetta er líka spurning. Hvort að maður veri svona sannu við sjálfan sig. Þú veist bara, hvað langar mig? Hvað er það? Og þetta er auðvitað það sem maður oft er að velta að vera þessi all lífið. Alltaf lendir maður einhver lest og verður alltaf inn í búning, bara einhverjum álfabúning í mörg ár. Svo alltaf verður einhver öðru eins og núna er maður að endurskoða bara hvað ætla ég að gera. Með alls konar hlutu og þetta með hulta verkefnum. Og það er alltaf gaman aftur að gera það, en þá þarf maður að spyrja þessari spurningu, sko. Ok, ef við erum 60 ára, þá er kannski 20 ára eftir. Ég hef kannski bara 17 ára eftir. Ég hef kannski bara eftir að segja 17 sem gleðileg jól. Ég hef kannski kannski bara 11 ára eftir, kannski verið bara 67 ára. Og þá hugsa maður, ok, þá áttu kannski eftir að kaupa rakettur 11 sinnum. Og þá fyrir að spá í, sko, wow, hvað tíminn er dýrmætur. Hvað maður að verja honum í. Og þá er maður einmitt að spá í það, hvað á maður að verja hann? Í hvað? Hvað vil maður gera? Og þannig að kannski breyti ég spurningun sem þú spurðið mér, hvað er eitt orð? Þá er það kannski tíminn er dýrmætur. Kannski tíminn er dýrmætur. Ég held að það sé flott lokaorð. Tíminn er dýrmætur. Magnús, takk kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir mig. Og ég held að það séu margir sem finnst skoðanirnar bara flottar og skemmtilegar og geta nýst þér eitthvað þeim í út í lífið. En ég segi bara, gangi vel í að skrifa nýja blaðið. Takk.